Mötli krúur á fónunum og FM 9 sem blöður hafið göngu sína föstudaginn 25. september síðasti, FM 9 sem blöður í september á þessu ári allavega. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti. Ég er í einhverjum gýr en ég veit ekki af hverju. Gæti spilaði nýjum, fengum okkur 2 kalda fyrir þáttinn. Ég voni dæmið það nú ekki. Allavega vanir hlustendur ættu að vera búin að átta sig á því að það eru 3 fyllibittur sem að stjórna þessum þætti. Einn þeirra situr í sínus að það fullur bátur eins og alltaf. Ég ætla að byrja á fyrirliða þáttarins. Thank you. Hvernig ertu kæri fyrirlið? Ef þú hefði spurt mig fyrir 3 mínútur síðan. Já, það var Svali. Ég sagt ég hef aldrei verið betri. Það var Svali eðileg þetta. Ég hef verið betri. Já, ég hafði ekki hana. Það er synd að heyra maður. Helvítis kóngurinn Svali var að skella gilsánum á jörðina. Já. Ég bókaði þetta tenni 27. desember til 9. janúar. Svali er kóngurinn á tenni. Já. Þú veist, hann veit meir tenni en sko hann veit engin meir tenni en King Svali. Það býr á tenni. Og málega ég bókað hann er bara að flytja hann aftur, hann sagði með það. Já, ég veit auðvitað fyrir hann ekki búið þessu ógeðslega landið lengur sko, hérna ég ætlaði að taka 13 nætur en og ég spurði King Svali á hann. Svali, gefðu mér það, hrátt. Er ég að fara, já eða nei? Og hann gaf mér það bara hrátt. Það sagði bara gilsi, þú ekki fara fett sko. Nei, það er ekki tenni gilsi jólingur einlega. En málið er samt, ok, en segja svo að hérna einhver snillíkur komið bóluefni bara næsta mánu, then I'm going. Já, við bara vonum það besta. En ég held að það er ekkit helsta áhyggjuefni Íslendinga hérna í COVID hvort að þú komst til tenni eða ekki sko. En ég langar öllum út, ekki bara mér sko. Allir sem ég hitti til langar erlendi sko. Ég er ekki einn að pæla í þessu sko. Ég líka bara hittast og geða. Þetta er orðið sko. Ég tek bylgjur, ég held ég myndi hætta að pirra mig á þessu COVID. Herru, ég ætla nú fyrir geðu elsku sjúkraþjálfur FN 9 blöð Steindi Junior og sínsta, hvernig þú? Ég er fyllandi góður og fróðandi fyrir. Ég gleyma Vassberanum. Er hann Vassberi? Já, það er svo illa honum vegið. Ef þú ert fyrirlið, þá er eins og hann sé bara eitthvað svona sidekick eitthvað. Já, sko, málið það, mér finnst þið samt. Ég er búin að mæta núna í hverju einustu viku. Já, reyndar. Mér finnst þið vera sko. Þú varst aðalskróparinn, sko. Já, ég bara mikið að gera, maður er alltaf í tökum. Já, allt var busy maður. Maður getur ekki verið að mörgustum í einu sér til. En ég er setja hann í aðstoðarþjálfari. Já, aðstoðarþjálfari kannski. Byrju ég hvað, ég er eigandi. Já, þú ert nú svona eiginlega svona eins og þú basically þarna út Adam Sandler í Waterboy. Nei, ég er Roman Abramovich í Chelsea. Ég lít brekar á hann. Já, en ég er fróandi fítn og fyllandi góður. Ég er ekkert að spá í COVID-i. Ég vinn ekki í gimmi, ég stund ekki í gimm, ég stund ekki einhverja Tenerife jólaferðir. Nú, við ætluðum þetta jólið. Það sem ég, allt sem ég stunda, allt sem ég gerði. En ætluðum við ekki að fara með Gilsaron? En byrju, veistu hvað? Allt sem ég gerði áður en COVID kom, það ger ég ennþá. Já. Þannig að ég er upp á 10 og ég er alltaf upp á 10. Ég er ekki að fara, ég er ekki að missa mig yfir hérna Víkingur Ólafsfjörður á móti Fjölni. Hann get ekki mætt á leikinn. Ég þarf ekki að mæta í ræktin að taka backpressu. Ég er bara gæi sem er bara að lifa nákvæmlega eins lífi og ég gerði. Það er bara heima. Sem betur fyrir hún ekki búið að loka ræktinni. Þannig að það er ekki endalust skellur á þér. Ég heyrist á King Þóróli, hann sé ekki bara að loka ræktinni. Nei, þeir ætla að halda þessu bara gangandi. Ég missi ekki að fundi sko. Misstu ekki að fundi? Það hefur ekki einn Ísland. Sko, ég held að engin Íslandingur tekið alla fundina en svo vöðvingin sko. Ég er löngu hættur að horfa á þetta. Ég horfa alltaf á þetta. Þetta minnir mér svolítið á Prison Break eða Lost. Ég horfa á fyrstu seríu af miklum áhuga. Við gæti ekki verið með saman núna sko. Ég hef ekki hort á fundi bara síðan í apríl eða eitthvað. Ekki heldur. Horfur okkar einasta. Þeir eru að halda mér annarlega. Ég er límdur við skjáin. Eftir hvað er þetta býða eiginlega? Þetta komið lækningar? Bara fá upplýsingar. Já, það kemur samt allt inn á miðlana. Þú getur farið bara á neti hvort þeir segja. Ég skal spara þér hellingstíma. Þetta verður alveg eins. Kemur í bylgjum þangað til í svona mæ á næsta ári. Ég stendi ekki þú fara að haga þér sem COVID-seffræðingur hérna sko. Síðasti maður sem ég myndi að hlusta á þér að gemma einhverjum. Já, en ég hef ekki. Ertu búin að fara í enn skimrunna? Ég er ekki búin að fá Ertu að eyða meiri tíma á fólki eða? Ég hef ekki ennþá fengið SMS frá Putin að lækningi sé á leiðinni þetta er korter sko. Nei, en ert þú eini Íslendingur sem búin að fara 3 svar? Nei, ég er búin að fara 2 svar. Já, og dóttin einu sinni. Já, það gerir 3 svar. Já, familjan, já. Hann er settur í burstu, hann kemur Úlfur konsepti á Steindi kemur rullandi þannig bara, herru, burtu með það er fólk geta sér þarf að fara í action skilur. En sko, málið er að þráttur að ég sé ekki með veirun á heilanum eins og kannski einhverjir þá smá stressið þannig að þá ef ég fæ samt einhver einkenni
þá ertu farið niður Að sjálfsögðu Af því að ég að hitta, ég hitti 300 manns á hverjum degi Þú mátt ekki hnerra, þá ertu farið niður Nei, veistu hvað ég bara hitta margir dag? Hvað? Ég er búin svo 8 fundi, ég hitti ykkur Við fengum okkur eitt kaldan Það hitti ég fullt af fólki líka Ég er alltaf að hitta fólk Já, en sko, vélsinni er að Nei, það er bara Ok, allavega Slepptu skimun í smá tíma núna Ef þú ert fárveikur Ég er bara búin að fara 3 svar Þrísvar? Já, Því ef að dóttinni með COVID þá varst þú varst basically að henda svolítið dóttinni í þetta þannig að þú myndir vita hvort þú verður með þetta Nei, ekki Því annars er allir konum við leiðar þetta niður frá Hún var, hvað, upp frá? Hvað heldur þú að fara? En finnst það gaman að fá drasli upp í nefið þarna? Nei, ég er bara að segja Finnst það ekki að drasli upp í nefið? Litla mín Þetta fekk að drasli upp í nefið, það fáðu allir Já, fáðu allir upp í nefið Hvernig var það? Var lýst í þessu? Það var ekkit sérstætt Það er svo að bóra nefið á sér það? Nei, þetta var alveg frekar langt upp í nefið Talandi COVID Svo ég fari nú aðeins inn á hvað er í þættinum í dag Eitt frægasti Íslendingur Góðu vinnur okkar er komin með COVID Áður að segja nafnið Ég ætla ekki á ég að segja Þá ætla að byrja Nei, býðum með það Ég var að fara að segja, ég ætla að byrja blaðamenn all land að vera hverju fyrstur að type that shit in Já, þú skulum ekki segja nafnið, við ringjum í hann á eftir Það er einn, ég myndi þetta er að A-list celebrity Þetta er frægasti maðurinn í Ísland sem hefur fengið COVID Er þetta ekki eina celebrity sem hefur fengið COVID? En nú líka fáið líka þetta hot celebrity á fónin Og ég er svolítið forvitin Er það með einkenni, hvernig líður honum Er það með einkenni, hann er með COVID Hann er fárveikur Já, það fá ekki allir einkenni Nei, hann fekk þau, ég veit hann fekk þau Já, þessi maður höndlar ekki Þú er ennþá með þau Hann höndlar voða lítið þessi maður Þannig að þetta er celebrity spjall Með COVID smittað hot celebrity Já, og live hringtal sem að gerist nú ekki ótt í FNÍ blöð Fyrir alltaf í klefan bara fyrir daginn Ringja live út af því að þú ert eðlilega hægur á Hvað er langt síðan, af því að hann er búin að staðfesta við mig Hann er skaftahliðinni, þú varst með all lóður þetta Já, býtu, hvenar hef ég klikkað á tökkunum minna síðustu vikur? Já, takk fyrir það Þú ert ekkert eðlilega lélugur á tækniborði Hvað er langt síðan að gerist þetta? Maður segir eitthvað Það var verið að kenna mér á þetta áðan hvernig ég ringi beinni Pældi, þú bara 10 fucking ár meðan þátt að þú getur ekki ringt eitt sínd Allt sem er hér er nýtt Ég var komið allt á hreinu niður í Skaftalíð Hérna er allt nýtt Herru, fyrir utan það stendi, þú ert búin að vera í þessum þætti í 7 ár Ég þarf að hjálpa að taka upp síma Þannig að þetta kemur úr hörðust á Ég nenni ekki að fara að benda okkur annan Nei, þú ert að því samt En þessi þáttur, hann er bara ekki með takkan á hreinu Jó, það er langt sem ég klikka Nei, reyndar, ég skeita mun daginn þegar við ætlum að spila lagið þitt og eitthvað Ég veit ekki hversu oft þú ætlar að spila eitthvað lag sem Egil vælir í þér og hverju meðins að þætti off-air að spila eitthvað lög og þegar þú ætlar actually að spila þeim þá setur þau bara eitthvað auglýsingapakka á Nei, þetta er allt komið á hreint núna og það verður ekkert vesinn í dag En, herru, ég verð að nýta tækifærið og óska Tindastólstelpum til hamingju með sæti í Pepsi Max-deild Ég veit að mínar stelpur eru að hlusta fyrir norðan Voru stólarnir að komast eitthvað? Í úrvalsdeild í fótbolta Ok, I like it Toppa það, 2500 manna bæjarfélag Ég hef alltaf sagt það og eftir afturhaldingu þá er ég stólamaður og ég ætla að nýta tækifærið og óska minnilega til hamingju líka Ég segi bara Guð blessiði blöð þegar þú mæti mínum dömum yfir að Breiðablik sko Það verður einhver harðasta Við getum þurft að styrkja okkur aðeins en árangurinn stórkastlegur einhvað síður En hvenar eru við ekki farnir að setja krokodílinn á okkur bráðum eða? Ef að Tindastóll verður Íslandsmeistari í körfu þá setjum við krokodíl á okkur Við skellum okkur á öllum, Breiðablik Tindastóll Já, ég skal koma mér á öllum Erstu málstemning þar hjá okkur? Herru, frábært Herru, eitt sem er mér hongað að spyrja ykkur sem ég fattaði þú ert svo ógeðslegur ef að Ég fór bara að hugsa, það er svo margir í sótkví núna Það er alltaf verið að maður heyri ykkur, já hann er í sótkví 70 smitt á dag hérna Já, vá hvað ég hefði nýtt þetta hefði verið að vinna í vörd Ég hefði bara hringt og sagt, herru, ég var stattur þarna daginn Þannig ég er í sótkví Ég var á Ærispöld Færði alltaf free cash fyrir þetta Ef þú ert í sótkví, þá ert á launum Reyndar eitt Ég myndi í þessu misnóta þetta Ég væri alltaf komin úr sótkví Anskoti, og bombum var aftur Því líklega Ég væri ekki á laginum Hversu margir lagagómar er að nýta sér það núna? Því að mann er að, þú veist, eins og það sem við gerum Þá getur ekki, ef ég væri núna í sótkví Þá er ég samt að þegar ég er með tölvuna Ég get unnið En ef ég væri að vinna Ef ég væri iðnaðarmaður þá væri ég alltaf í sótkví En ég var samt að muna eitt sem að því að ég get alveg, ég veit ekki, ég hef örgulega gert það hérna áður en ég get staðfest að ég tók mína 2 veikindadag í mánuði Það varst bara heima að hrista Já, ég passaði mig alltaf að vera veikur allavega í 2 dag í röð svo það væri ekki svona, þú veist Það er svo astanlegt að ringja Tókst mánþrið Nei, það er of ábyrjandi
Ég veit með hafa það á mánudag og tók 3 mig. Það var lítið eftir að vikunni sko. En veistu hvernig þetta var? Svo ég kenni mönnum sem að hlusta. Ekki taka mánudag, það veit allir út þundu sko. En ég veist að þú varst ekki einn í þessu af því að ég ætla að taka það bara á mig, ég gerði það líka. Já, en eitt í þessu, svo ég klári punktinn að þegar ég hringdi minn veikan þá var það erfitt að því að þá gæti ég ekki verið í bíó, ég gæti ekki gert neitt, þú ert að hanga heima, þannig að þú ringið inn í sótkví og einhver á vört lagarnum frétti bara að þú sett komin á skralið í ammali eða eitthvað. Já, þannig að þetta þess virði, þið fóru að hugsa það núna. Þetta er nákvæmlega sama og gerist það mér og málið er að þú veist eins og þegar ég var að ringja minn veikan í vinnunni þá bjó ég bara heim hjá mömmu og pappa. Yfirleitt er þetta eldist nú af þér sko og ég þá var ég kannski bara þú veist, ég veit ekki hvenær það var 18, 19 eða eitthvað, ég manna ekki og ég ringi minn veikan og mómentið þegar ég lappa fram og mamma er þar og það er bara svona Akkur tók í vinnunni? Já, þú veist, þið líður eins og svo miklu aumingja og þú ert að ljúga líka mömmu ég er helgi slatt. Nei, ég reyndar sagði bara, þú veist, ég bara meika ekki að fara í dag og eitthvað svona sko. Ég gat það ekki. Og hún náttúrulega bara gaf mér aumingja augun og þetta er sko ég man líka eftir sko að við förum ennþá lengra tilbaka, ég var svo erfiður að mæta í skóla, mér fannst svo erfitt að vakna þegar ég var í gaggó til dæmis að staðan heim hjá mér var þannig stundum að það kom upp ég get ekki talið þetta annari hendi, við getum orðað þannig, þetta kom upp mörgusinnum að pabbi minn ég bara hafa bankað no answer á herbyggið þitt. Já ég lendi ég lendi svona 20 við því í gaggó að pabbi minn skrúaði hurðina af til að ná í Það er alvöru aumingi og hvað reyða þess að bröð? Já, það var bara þannig við getum áraðað þannig að ég var ekki mikið fyrir að nenn að vakna. Nei, en nennir þið ekki heldur í dag? Þú ert alltaf mættu síðastur á sín. Já, ég náttúrulega hef ekkert að gera, ég nenni ekki að mæta en til að hanga á Facebook, ég fer bara að vinna í tölvunum minni. Já, en herðu, svo er eitt í viðbót áður fyrir hvað er í þættinum Ester, mammaðin Egill, hún á afmæli í dag. Já, rétt. Hún er að hlusta til hamingju með daginn Ester. Já, það er partí núna sem ég bara Býttu, er hún með partí? Já, partí nú klukkan 4. Þá er hún ekki að hlusta, hún hlustar alltaf. Já, hún hlustar alltaf, sko, hún er líklega með, sko, það er líklega, ég get svo að þáttunum sé á í partíinu. Já, ég fíla það. Já, hún er okkar helsti aðdáandi. Já, hlustar alltaf. En býttu, er hún með partí klukkan 4? Það er heldur hart. 2-3 líka, sko. Já, ekki eru við að fara að dæma það. En við erum með rosalega þáttandi í dag. Ber þar hæst að Jón Gunnar er á leiðinni til okkar. Já, Eurogarðurinn byrjar á sunnudaginn og við ætlum að fá hann hingað í spjall ásamt því að King of Comedy. Já, við tókum upp klefa með honum í dag þar sem hann var að gera símat og það er stórkostlegt. Við erum með íslensk slúður, þú lofaðir þessi í síðustu viku. Já, en skeist. Já, sko, ég veit nú ekki með skyttu, tíminn rann, við erum bara í 2 klukkutíma og það er slúður sem er náttúrulega bara, það er viku gamalt. Já. Það er ekki fest, það kom fyrir viku. Já, ég minna það veit enginn hvort þið hvað þú ætlar að fjalla um. Það er Rappi Donatello sem er pappi Helga Rafael og hann er, margir held hann hafi dáið. Það er bara búið að koma fram, margir held hann hafi dáið. Hann dó ekki, hann er lifandi, hann er komin aftur og hann er brjálaður. Og hann er alltaf the king of, hann er basically auði. Já, hættu þessu stundi. Það er allir king of magic. Nei, hann er sko king of magic og the bad boy of magic er Helgi. Hann er king of magic. Hann er eini alvöru töframæður. Svo erum við með fellow kids. Við erum með spurningkefni. Gilsarnas, hvað er áttur í spurningkefninni? Konungur sektana. Já. Hver er lent meiri í því að vera sektar. Já, ég fekk það kallt á þann hérna þegar vorum undirbúið þáttinn að þú væri með það og mér finnst það ekki gott. Ekkurinn tengjur þetta við þig. Þetta er bara hver hefur verið sekt. Ég er búin að segja frá mómentinu þegar ég fekk sekt og þessi keppni heitir eftir því. Þetta er tilviljun. Þetta tekist því ekki neitt. Helviti. Já, ok. Við erum í stuði, kæru hlustendur, vonandi þið líka og þetta var sérstætt óskala. Við byrjum þáttan alltaf að bubba. Ég var að fá svar hérna, hvort það sé á hreinu að sé verið að hlusta hérna í partíinu. Hanna er mín manneskja Ester með ískaldan. Jöfull er ég ánægð með þetta. Til hamingju með daginn. Til hamingju með daginn, snillingur. Og ég veit að hún fílar Bubba. Við byrjum þáttan alltaf að Bubba og í dag munum við líka enda honum því að Bubbi var að gefa út nýtt lag sem ég ætla að spila hér í lok þáttar. En það voru nokkri sem báðum þetta á Instagram. Steindi, þú áttir þetta lag daginn. Er þetta aldrei fór í suðu? Já.
Þetta er svo mikið partí. Þetta er geggjað og svo förum við í slúður og ég nágætis bakkandi ykkur hérna þetta. Aldrei fór í söður, Bubbi Mortens, hann var ekki út nýtt lag sem er komið á Spotify og við ætlum að spila það í lok þáttar. Við verðum að halda okkur við eitthvað gammalt og gott í byrjun. Ég get ekki talið skiptin sem ég hef verið með hálfan og Winston í hörðum að hlusta á þetta lag. Winston varst ekki alltaf í salin en var eftir. Já, Og hvað er hálfur í hálfan? Fyrstu 10 tók ég Hvað er Winston. hálfur í hálfur á Mosó? Það er bara basically landakös. Varst í land alltaf? Ég tók alltaf hálfan í sín sko. Þetta er sína sko, hvað ertu gaman? Ég er 35 ára gamalt maður. En þá áttu bara veðurinn í landadrekkinu. Okkur fórstu þá í blackout hjá Kös. Já, það var því að hann var að kaupa einhvern gulan. Góði punktur því, hann var ekki eins og með landagri. Já, hann kefti einhvern gulan landa bara, ég veit ekki, on the streets. Ég veit ekki hvað hann gerði, hann klúraði þessu. Kös að vera með landa í stóramælinu Það er sín. Ég rosa. nenni ekki að, ég held allir hlustendur vita að hann var ekki með landa. Ég nenni ekki einhvern veginn að vera verja en ferðina. Hver er Það er komið að slúðri. Hver er með landa í fertusamali? Ég veit ekki, hann alltaf heldur upp á ammálið sitt. Það er annað en þú þarna nísku hausið. Ég var að drekka þetta bak við strætó svo í Þú Mósberg. er aldrei haldið upp á ammálið. Ætti að kalla tekið listamann Íslands nísku haus. Já, okkur heldur hann ekki upp á ammálið sitt. Ég veit það ekki. Mér finnst ekki gaman að halda heilt event sem snýst sjálf á mig. Ég vil vera heima á náttbuxum og Nei, en það er gaman líka fyrir vinniðina að koma og hittast og fá sér í glas og... Það er þetta fýtt punktur. Ég skal halda upp ammálið núna. Thank you. Það er í desember. Hvað ertu, 36 ári í des? Það var kannski sjötta bylgjan hérna bara og allir með COVID og hóstan dónimann og Reyndar, ég skal gefa það, þú átt leiðilega mánudilega ammali. Ok, 37, hvernig er desember þetta? Ég ámæli 9. des. Ói bara. Rétt fyrir jól, þetta er viðbjöður. Hvað meinir? Ég skil þig núna, Steindi. Það er engin afmæli þá. Þeir eru allir jafnveldar mínur í 50, þá er ég 49 ára. Ekki bjóða mér. Herðu, það er komið að slúðri í FNÍ Fimblu og ég sagði á hann að pakkin var ágætur og... Ágætur fyrir best. Já, hann er allt í lagi. Ég ætla að byrja á tónlistakonunni Demi Lovato. Ég veit ekki hvað það er eins og Hún er mjög fræg. Þetta er Demi Lovato. Í Þú veist hvað aldrei ekki lag? Rauðlega eitt lag. Þetta er blöð. Fallega lagi hennar, ég man ekki hvað heitir. Nei. Það er einhver helvítis Já, hún var líka í X-Factor í Bandaríkjanum og dómarið þar Þannig kemtist ég henni svona almennilega. Já, hún er mjög fræg allavega Steindi ok. og ég get lofa þér því að svona Ég ætla að googla. 80% af hlustendur vita hver þetta er en hún og Max Ettrick sem ég veit ekkert hver er myndi skjóta hann verið þjóðveri Segjum 2 þar. Já, þau trúlofuðu sig í júli síðastlinn en eftir 6 mánaða samband eru þau búin að slíta trúlofunni Shocker. Já. Þetta gekk ekki alveg Hversu Kom þreytt það á er óvart. en þau voru saman allan sólarhringinn í nokkra mánuði og ætluðu að gifta sig en þetta? svo býr Það er hann búið. vist, hún er í Los Angeles og hann er í Atlanta og það gekk ekki föttuðu það ekki bara þegar þau byrjuðu saman svona, að hann myndi búi í Atlanta og hún er Los Angeles og ef þú ert að trúlóði, okkur búið það ekki saman stað Þetta er ekki basically Þetta er svo þreytt þetta. Hvað? Þetta lið sem er að gera þetta. Hvað trúlega? Af hverju voru það því? Að þið voru ástfangin Já, til að slíta þessu hvað? Til 2 vikur eða? 6 Þetta er svo lélegt maður. Þetta er Hvað, að maður fólk ekki trúlóði sem Þetta er lengur? að sama og þú veist, þetta er að sama og Pamela gerði það ekki. Já, hún var reyndar gift í sólarhring Á ég að segja Bíddu, Á ég að segja nákvæmlega hvað þetta er. Hvað? Enn og aftur og Til að komast í blöðinu? Já, þetta er bara Nei, ég er nú hættur að kaupa það allt Málega, fólk verður auðvitað háði að vera heimsfrægt og þetta er bara málega að nú er tími farin að tikka ekki vissi ég hver hún var, ég er fættur 84 ég er ekki hugmynd sko. þetta já, en allavega, hún finnur bara, heyrðu ég fyrirli minni núna going down the shitter ég þarf að komast á forsíðunar ég ætla að giftast þessum auðmingjaðna og skilja við eftir 3 vikur og þá er ég einhvern veginn í skilin og ég er körrent og vill ekki einhver byrja með mér Þau giftu sig ekki, trúlóðu sig bara, hvað ætlaðu þú að þetta er svo segja? lélegt trikk. Nei, bara ef ég hefði séð þessi Instagram-færslu Þú veist, fyrir 3 vikur síðan þá hefði ég getað sagt ykkur þau var bara að hætta saman Býtu, var eitthvað fyrir 3 vikum það? Já, 3 weeks ago Já, hvað stendur? Hún postar Demi Lovato Making magic with Bye Og þú veist, og þessi loser kallaður Bye Já, það er bara beig, það er bara kærusti Já, hvað þú veist Er hann, Það er svo beigið ekki bæ? Nei, það er ekki beig, strákar Og hann svarar Þú veist á akkántunum hennar Magic with you baby segir fyrir neðan sem er, veist, hann hefur pottið verið við hliðina á henni þegar hann svaraði henni á Instagram Sittir saman í sófánum Já, í stæðan að segja bara hérna takk fyrir kveðuna hennar, ég er við hliðina þér Ég segi bara, og þarna er málega þarna er bara að auglýsa hvað er ástofngin og hvaða líður mér ekki tímið okkur að þetta saman Herri, bara einn skilabóð, skýr skilabóð frá okkur í 95 blöð ef þú ert ógeðslega hrifin á konuðinni sendi henni bara SMS eða hringdi hana ekki posta mynd
og er ekki verið að kommenta undir sömu myndina fram og tilbaka hvað þetta geggja. En það er samt bara sko ágrið, það er bara gengur. En þá er ein vinkon okkar í vesinni. Þú bendur okkur á daginn Steindi á Instagram sem að eitthvað sem ég hef ekki séð áður. Já, Egil bendur þetta á það. Ertu að tala já, ég skil, já. Svala Björgvins sem er geggjuð í diskana og hún er bara, hún hlustar oft og hún er vinkon okkar. Við erum tím Svala. En ég hef aldrei séð þetta áður að hún postaði ást sinni á kærastanum. Kærastin repostaði, hún repostaði. Já, triple post. Triple post. Það er next level shit. Já, ég er svo hrifin að þessu. Ég reyndar aldrei Akkur gerir þetta ekki? Ég hef aldrei séð triple post. Nei, ég menna þú veist. En þau eru, en málega, sko málega. Ok, við erum að lesa í þetta. Vanalega. Og samkvæmt formúlinni er Svala og maðurinn að hætta saman til 3 vikur. Já, við vonum ekki. Samkvæmt formúli. En, segjum við stórt en þetta er rosalega hugulegur strákur. Hann er með eitthvað þykkasta, flottasta hár sem ég séð. Já, bara sæti strákur. Það er ekki með hár hans að gera. Okkar rífi hárið á hann. Okkar rífi hárið á hann. Ég bara, þú veist, eitthvað þykkt og ljóst og nýr á rass og af hverju langar að rífi það? Man langar að rífi hárið á hann, þú veist. Og hérna, þannig ég hugsa okkur, þau eru nýbyrjuð að hittast og þannig að, þú veist, gefum þessu smá tíma. Ef þetta er ennþá þinni formúlu, er þetta going down the shitter? Ef þetta er ennþá 3 mánuði þá er þetta búið. Þá því miður er þetta samband búið. Ég ætla að gefa mögulega, ég ætla ekki útiloka þetta sé long term en þá. Nei, ég skil, það er basically, þú veist, þetta er ekkert basic, þetta er náttúrulega ekki okkar kenning, þetta er náttúrulega bara mjög þekkt kenning. Að ef fólk er svona ekstra hamingjusamt á social media, þá er stundum eitthvað svona. En talandi þau eru samt svo nýbyrjuð saman, sko. En talandi trúlofun, eru þið trúlofaðir, drengir? Nei, hvorur? Já, hvorur? Veitu hvað, er ekki búin að vera með konum ykkar í 20 ára? Þú trúlofaður? Nei, ég er búin að vera í 30 ára á sambandi, sko. Það er ekki regla, ég og félagi sem trúlofaður þetta er bara brottför. Eitt date og trúlofaður, sko, allir gangur ráði hvernig menn Já, ég veit það, ég væri bara til að fara að mæta í brúðkaup. Hérna segir Demi Lovato fyrir 6 vikur síðan Falling more and more in love every day with you, honey. Og takkar mann sinn. Þetta er óþægilegt. Komið in the shitter. Þannig að málega, ef fólk var að hlusta bara hérna, þú veist, alltaf að segja á og til að séu ástfangin, en ef þetta er á mikið þá er eitthvað formúlinni, það er vesen. Samkvæmt FNÍ blöðu formúlinni þá er eitthvað vesen þegar þetta er nei, þetta var með þess að sturlu staðrönd eitthvað. Já, er það ekki scientific fact? Já, svo er það svo ég farið nú í næsta slúðubakka við erum að renna út á tíma hérna. Óskarsverðlauna leikonan Charlize Theron sem er geggjuð, bæði leikona á mjög stund töffari í fílana í Team Theron. Hún er ekki búin að kærast það í 5 ár, búin að vera laus í 5 ár og hefur ekkert verið að deyta eða neitt og segist þér opin fyrir því núna að verða ástfangin aftur en langar helst í bara eitthvað average Joe. Já, sko þetta tengi ég rosalega, ég sko máli, ég var alltaf sagt þetta Því að hún maður sé, af hverju hlærið þú þig? Ég var alltaf sagt þetta, hvað er Hollywood-settur? Ég elsk hún haldi þá og sé að fara í average Joe, sko. En byrju, hvenær er það að virka að Hollywood-leikari byrja með lagum? Herðu, hvenær virkar að Hollywood-leikari byrja saman? Það er málið. Hún var síðast með Sean Penn og sér fyrir bara í sigga hérna og lagur þau mig ekki nákvæmlega. En sko, þú getur alveg fundið mér finnst ekki tvindu en þú getur alveg fundið average Joe á þess að, veist viltu meina að verður þá að vera moldríkur eða þetta er average Joe en af hverju ætti hún að vera elska pening? Ég get lofa næsti kærasti hennar það verður ekki huggað í Bed Bath & Beyond. Veistu hvað? Ég get lofa að þetta verður huggað í metuna 300B ég ætla að betta móti ég ætla að veðja móti hún er samt það mikil það fyrir okkur ekki og kannski ekki Bed Bath & Beyond en má hún ekki eiga bara sín eigin bíl og svolítið ég er ekkert að segja hann byrji með ég er ekkert að segja hann fari endilega bara í liftara ok, þannig að byrja með gæða lagstjórunum á Home Depot og ég er með gæða sem metuna 300B nei, þú ert að dítila þetta veðma lósalega mikið ég skal veðja við hvað er steint að veðja á sáður? hann heldur bara að byrja með eitthvað lagum hann er Home Depot eða Bed Bath & Beyond hlusta má ég tala þetta herru, ok, ég skal segja þetta ég skal betta við þig ég er til í að betta þig en hvað kallar þú average Joe? þá er ég að tala gauð sem er ekki sviðsljósi og ekki moldríkur average Joe, já ok, ekki moldríkur nei, þá er ég að tala bara venlega gæja hann má alveg eiga litla bílasölu vera á liftara eða vera aðgræða pulsur en hann er ekki frægur og hann er ekki múrar hann verður að vera metin á minnin $1 million nei, hann verður ekki met af hverju, hann á ekki nei, ég held að hann þurfa ekki að hvaða average Joe á 140 milljónir? ég er að segja það, hann er ekki metin á
1 miljón. þetta er þetta veðmál séu á Ok. Já, þú, basically veðmálið er þannig að þú segir að næsti kæristinuna verði metin á $1 milljón. Já, eða meira. Minnst, og ég segi ekki það. Já, það er veðmálið. Þetta er auðvitað þetta bett Já, síðan ég er Hvað samt er til í- undir? Bara veld uppæð, með getur ekki mér saman. Þetta er bara auðvitað bett síðan Upphæð? tekið sko. Já, Já, ég- við setjum 10 skall. Já, það er flott. En býtu, það sem ég ætla samt að bæta við er að, 10 þú veist, grand. já, sem ég ætla að bæta samt við þetta er að, þú veist, Hollywood stjörnur, þú veist, þetta virkar Þegar það byrja sama, þá verður oft vesen. Nei, ég er vesen, af því að þetta er allt annað en, þú veist, eins og Íslandi. Hérna geta alveg, þú veist, einhverja 2 popstundur byrja saman og ekkert mál. En í Samt Hollywood, hann og Birgitta, hættu saman. já, en ég meina Arnar og Salka ennþá saman. Já, en setju bara Vali Böttegöf og Írisi. Já, Val, Gríi Val. Já, hann er Djúvillig Valur góða söngari hann er æðislegur. Hann er Hvað frábær. áttur upp að slæðið með Böttegöf Beil? Það er meira Endless meira Nights. dót. Alveg rétt, En- Endless en- Nights. Við höfum ekki náttúr En það sem Já, ég já, kannski, basically það sem ég á við er að segja að hún myndi byrja með Tom Cruise. Ég næ alveg punktininn. Að þá myndu þið bara hittast, skilur, 2 ári. Þau eru Já, alltaf en það er samt oft bara kannski kostur. Nú ætlum ég að vakta þessa frábæra leikur Ok, þannig að það eru engar líkur- Ég byrja með einhverjum gæja og ég ætla að rótast í þetta og 10 sko. Ég skal með þess að vera dítilegri. Þetta verður svo auðvitað sig, hún er töffari og þetta verður fucking töffari, en þetta verður ekki ríkur töffari. Þetta verður Justin Timberlake eða eitthvað moldríkur Þetta verður- Er engin sjens að Charlize Theron bara byrja með fastegnisala? Nei, Ég- ég ætla að segja eitthvað svona celebrity Þetta fasteignarsali. verður Æ, útur ok. Eitthvað svona flúraði Selling gæi Sunset á fasteignarsali. Ég dekkjaverslun. horfði mikið á þannig serjur. Hvaða seríur? Ríkið fasteignarsala sem selja íbúður metnar á, þú veist, 200M. Já, þá var að meita nú meira $1 milljón. Það segir sér sjálft. Herðu, ég var með svo í restina að Kim Kardashian, hún er tilbúin með skilnaðarpapirina en, veist. Ekki að koma eitthvað svo leiðilega fréttir. Nei, ég þarf að sleppa þessu, við erum líka konið langt yfir tíma og við skuldum auðlýsingar. Gera þau ekki bara hist hjónin og Jó, reynt að vonum finna út úr þessu? það. Ræða málin. Þetta á slúðupakki dagsins. Í kvöld er gig Ingo Veðugur. Ég er ekki komið leið á þessu lagi, allavega ekki ennþá. Sveið með þá og í kvöld er gig hjá Ingo Veðugur á stöð 2 18:55 Já, og ef ég man rétt þá er það Páll Óskar og Sigga Beintins í kvöld. Sverri Bergmann og Jóhanna Guðrún voru hjá hann síðasta fyrsta og það var geggjað. Það var rosalegt. Þannig ég held að þetta er nú ekki síðri gestir, Páll Óskar og Sigga Beintins. Það eru alveg legends hann á færið. En byrju, maður sjá. Skýta eitthvað. Nei, bara hann þetta. Takkarnir. Já, svona. Til öryggis, ákveður gæti ekki stopp. Já, þetta er á átó, ég þarf að vera með þetta live assist. 10 Skeita hann sann. 10 Það er ár. það. Nei. Svona, allavega. Má ég fá Einu sinni í viku. endalast á nætur eftir það? Mjög langt sem ég fengi það. Einu sinni í viku í 10 ár, Blöndal. En ég ætlaði líka að spila fyrir stuðlagið. Já, hvort viltu endalösa nætur að Þú stuðlagið? hafður það svo lengi síðan. Já, ég veit það. Það var býnum skita. Hvort viltu stuðlagið eða endalösa nætur? Sko, bæði eru geggjuð. En ég fæ bara bæði. Þú veist ekki, núna fæ ég annarkort og síðan hitt á eftir. Er það ekki lægið það? Skoðum Það var ekki stuði. Já, Það er lagið ég er þetta í mínu. rosalegu stuði. Já, ég sé það. Við erum ekki í strákandir. Já, það stýttist í Jón Gnarr, hann er rétt og mættur, hann var að senda mér og við erum búin að taka upp símatinn og það var Ég er geggjað. að koma, ég er með smá tilkynningu eftir. Smá netta sem ég ætla að segja tilkynna þjóðinu smá upplýsingar. Sama hér, það eru 2 tilkynningar þú í líka með þættinum. tilkynningu? Það er rosaleg tilkynningu eftir. Ha? Ég ætla að segja ykkur mína tilkynningu á slæðinu kl. 5. Betur, má ég koma með mína ef okkar sem komið tilkynna á sama tíma? Já, endilega setja þetta í sama graut. Tilkynning klúa 5. 2 tilkynningar kl. 5. Það er rosalegt. Það gerðu 2 bílar út að hérna, ég voru svo spenntir. Það er komið að mundur fyrir cash. Það var að velta bílinn Það heyrði bara, býttu, er höfðingin og juniorinn að koma með Hvernig staðan á þróttaramerkinu? Það er, Það er þungt yfir því. Það er þungt. ég sé það, sko, málega, það er ekki glampi á því. Nei, Grátt. Munið í sumar, þegar maður sátum hérna, það var sunshine á þróttaramerkinu, blár the himinn. good old days. Ég held að basically er sólið með súpu í klófun damn it, akkurat núna. Því miður. Það er alltaf að komið að mundur fyrir cash og ég bað um hjálp á Instagram í gær og fekk nokkrar þannig að svo ég afsækja nú nokkrar. Já, eru þið tilbúinir, drengir? Við erum klárir. Fyrsta er ógeðsleg og það er hún Hanna sem Það sendi mér þarf að þessa. hætta að byggja að fá þetta er allt ógíslega. Nei, þú veist, þetta er ekki þannig ógeðsleg. Hanna frá Fársúksfyrði það? Nei, hún Krókan. mér minna hún heiti Hanna Margrét eitthvað. Ég veit ekkert hvað hún er, ég veit ekkert bara sent. Er það býrur út á landi? Mundu þið drekka ælu úr öðrum fyrir 1 milljón? Fyrir 1 milljón? Hversu mikið laglega er það? Það er bara, veist, Það er ekki heilt gubb. Já, ég veit en sko, þú getur ælt 10 lítrum eða bara svona 200 millilítrum. Já, ok, segjum bara meðal ælu. Bara glas af ælu. Já, En minna, þú veist, svo er líka þarna verðum við samt að fá dítila því að þú veist, það er mikill munur að þú búin að borða bara belgiska vöfli að drekka watermelon bríser, sko. þetta er allt, já, ógeðslegt en einhver Sko, ælir. Ég er bara að tala um, ein, ok, það er einhvern nýr í bæ að æla og þú ert að drekka. Það eru kögglar í því. Já, já. Og í
bara maður Ég, veist það, mér myndi líða betur að ég þyrst að drekka ælu úr einhverjum sem ég þekki Já, ég get ekki drukkið ælu úr ókunnum sko. Ég get það ekki Hvaða máli skipta það? Af því að þá veit ég allavega bara að þú sést ekki búin að, þú veist, vera ég eitthvað viðbjóð og... Það fullt af fólki sem ég myndi freka að drekka ælun úr heldur en þér af því að ég veit hvernig mataræði þetta Ég meina, hvað meinur? Ég þarf ekki að þekkja það Nei, ég meina, hvað meinur? Ég er sko... Myndi ekki líða betur en að drekka ælun og þína Nei, ég meina, hvort myndur þú vilja að ég væri búin að geta eitthvað hotla lúðu eða bara eitthvað good shit singer twister Ég er að segja, þú veist, það myndi allir frekar vilja að geta ælun og mér Ég get ekkit eðlilega góða mat alltaf En myndið ég geta ælu fyrir miljón? Sko, þetta tekur 10 sekundur og þú fær 1 M Tímakaupið er mjög gott Já, og gubbar eftir þetta og svona Það getur ekki verið veikur að þessu Það lítur að eitthvað sýking í þessu Nei, ég var glegin, það hefur bara ekkert veikur Einhverja magasýrur bara eða eitthvað Ef það er eitthvað kjúklingabein sem rýfur upp hálsinn og það kemur blóð með ælunni Hvað segir ég? Þetta er sko, þetta er Ef þetta væri 2 M þá var þetta verið já sko Getur þetta ekki verið miljón? Ég gæti þetta ekki fyrir miljón Nei, ég held ekki Þetta var rétt præsa á hönnu Það rósa hönnu fyrir það, þetta var vel gert hjá hann Spurning á hlustendur, ég hugsa flestir hlustendur myndi gera þetta fyrir miljón Ég er ekki vissu það sko Ég held það Herru, svo er það næsta og þessi sko, ég held hún væri barnaleg en hún er áhugaverðin í held og það var hann Róland Smári sem sendi þessa Hvort, myndu þið aldrei aftur mega nota klósett fyrir 150 miljónir Ok, en þá þurfa ekki að þú gerir Grönlandi að hæja sér í fötu Já, basically, þú ert bara að fara út að pissa og þú ert að kúka basically skeist í rauða skúringaðin í núk Já, það er bara því að það er standardin það var ekkert eitthvað ég að reyna að vera að fyndin Ok, nei, ég veit, en hvernig þú skeindir þér, varstu þá bara í hnébauðstöðu Þú veist, þó að sé ekki klósett og skeinur þér inn sko Já, ég veit, en sastu á fötunni Nei, þú stendur bara Stendur þú bara í hnébauð Meðar í fötuna Hvað heldur ég, liggi bara með raskandi hátt ofan í fötunni Nei, ekki flókið að skeina sér standandi í hnébauðstöðu Nei, mjögast ekki vesinn En ef þetta er alveg partibaldur sem límistu hluti Eftir þá spúlar fötuna eða? Spúlar fötuna, ég bara manna ekki Hvað gerður þegar þú tókst fötuna sem var með, segjum að það hafi verið partibaldur ef við þekkjum stöðun á okkur Hvað er partibaldur? Það er bara svona fljótandi kúkur, það er náttúrulega ekki fljótandi kúkur í fötu sko Nei, það kemur alltaf maður pissar alltaf smá með síðan eftir með pappír og nýðis og rugli svo hendur þessu, þú veist, ég finna einhver hefur þurft að svo bara náttúrulega smúlið það Já, þú gerði það þá Þú hefur þá gert það Ég manna ekki Ekki leist einhvern annan spúla Ég held ég hef ekki kúkað hann Ég held ég hef kúkað bara hótelinu Ok, þetta er alveg vesen sko Út erlendis og mátt ekki hæja þér í klósett Ég ætla að hækka töluna 300 miljónir Ég myndi alltaf gera þetta verið 300 Já Mátt aldrei fara að klósa þetta Ég held ég myndi meira þess að gera þetta verið 150 En þá myndi maður líka, þú veist, maður þyrst að skipuleika þetta svolítið Ok, segjum við setjum bara veitingastað bara í París Nei, það gengur ekki Nei, veist hvað það gerir? Ég er með lausninni, ég ætti ekki einu sinni að vera að segja ykkur Þú ert bara með fullorðisblei á þér Þú bara pissar og kúkar í bleiur Svo hendur þið stráka, það má ekki gleyma því Ég ætla ekki að hangi henni Ég lesa hana strax En það má ekki gleyma því að hundar geta haldið í sér í heilan dag Þegar fólk er í vinnunni Nei, ég er að segja, þú veist segjum að ég þurfa að kúka veitingastað Þá fokkin kreppi ég bara vöðvana og bara tekið á kassan Ég meina, ég hef oft verið einhverstaðar og þurft að kúka Ég hleyp ekki bara út í næsta runna Ég kúka mér ekki með einn Já, en þegar þú kúkaður og kemur heim þá máttu náttúrulega ekki gera það í glóstunni Þá ertu basically bara í fötuna Ef þú ert með 150M þá ertu alltaf búin að búa til eitthvað gott útisessjón þar sem þú getur farið bara að kúka í garðinn og þú veist, gert eitthvað gott skilur á þess að vera að því fast Ég myndi, hvað heldur Jón Áskeri ennþá pening? Hvað heldur hann, veist, heldur hann myndi nennastandi því að vera að fara í einhverja fötu eða, veist, Nei En maður þetta eitthvað pappiði lendið að fóra í krónuna eins og þetta hægja sér Já, hann fekk kampfélabaktir Og setur því hann skeiti í sig í lötusport það byrjaði að leka í nótunni Þá held ekki því sem að voru heimir ólæghitunum sko Greiði seniorinn mann, þetta er reyðið upp bara vikulega, hérna, kallið fekk aðeins í magan Stundu getur ekkert beðið að kemur heim hann skemmta önd út af portum Já, ég veit allt það En máli er að, sko, það sem ég er að segja er að, jú, ef ég myndi lendi kampfélabaktir sem er einu svona lífsleiðinni þá náttúrulega það skiptir ekki máli hvort þú meginn kúki klósta ekki þú kúka bara í það sem er Þetta er úfættu erfitt, Jesús Hann segir já, segir þú já Easy já Easy já
Við erum komin okkur flott hótelherbyggi erlendis og Þá kúkar það bara í baðið. geggja salirni. Já, kúka bara í baðið Þetta klósettu og séð. Bara í Já, ég hef séð mann kúk í vask og nú er ég ekki að tjóka. Íbarast. Ég hef séð það Það Ég hef er séð mann- ógæslegt ég Með séð- hverju mest að hanga Ég var að hanga með erfiðu liði og það var bara maður sem fekk í maðan og það var verið að nota klóstið og Það það var var bara- ógæslega sem ég heist Já, Þetta segja nei þessu. Þú segir nei Þá er það síðasta spurning og hún kemur frá Bjarna Stef Þetta hljómar eins og made up name Nei, ég svarði að þetta er ekki meira upp Bjarni Stef, hvað, að því hann er Stefánsson eða? Geðveikt nafn, Bjarni Steff. Þetta er bara of gott nafn Já, þetta er randist nafn, en þetta er ekki meira upp Glæði Maður fáir skiptun þáttinn. í handbollan á 2-3 ár. Þessi er svona á gráu en ég ætla að láta hann að flakka Myndi ég ganga með buttplug í heilt ár fyrir 40 miljónir Í heilt ár Já, Þannig að þú setur tekur hann börnplökk úr og kvílir þið á meðan eða? það er í ár Hvernig ætlar það Bara- að kúka? Já, mátt taka út á Ok. Voðalega er þetta mikið kúk eitthvað að Nei, stefna ég er að segja að þú ert ekkert búin að hugsa þetta út í gegn Jú, Þú getur ekkert sagt þetta bara við menn og menn verða bara að gera það ja, búst, þetta er basically alltaf þegar þú ferð út og eitthvað og ert á lappinu Já, og ertu fyrir með hvað mikið þetta. þetta? Hvað er þetta? 40 Eitt ár? milljónir. Þetta hlýtur óþægilegt. Heldur þú? 40 Út miljonir að Ég myndi labba, alltaf gera Kannski byrjar að vennjast Út í göngutúr og eitthvað. Ég myndi alltaf gera þetta 40 Já. miljonir Já Þú náttúrulega lappar eins og önd Þú lappar ekkert vennilega með þetta Þú ert að halda sinni Skiptir einhver máli maður Bara Já. tekur þetta 40 miljonir Já, Já mættur bara- ástættíð og annað Ég myndi bara ekki vera að mæta neitt með þetta Ég væri bara heima Ég er að fá 40 miljonir Ég væri bara Þú hefur prófað, þú veist hvernig þetta er. Ég veit ekki alveg hvernig þetta er. Strákar, auðvitað myndi allir gera þetta Þú ert bara heima hjá þér Ert bara í tölvunni Það gerir eitthvað Horfðu á seríur Teldu Í niður heilt ár 40 kúlu takk fyrir Eftir ár Hvað ætlar að fá sem áslun? Nei, Þú veist ok með eitthvað fyrirtæki sem er til að borga 40 miljónur árið Steindi búin að segja já við öllu Segir þú já við þetta líka Nei. Þetta er Egill er þetta ríkasti vinur minn Hann er að fá svona 40 miljónar mánu En sporthúsinu Þannig að þetta fyrir honum er þetta ekki neitt Málega þú ert að spurja okkur um peningaspurningar Og við lítum ekki eins á pening Erðu, þú varst ekki launast í listamæðan landsins Jú, Egil, nákvæmlega. segir já eða nei? Ég ætla nei. Nei, ok Steinda var þetta pening, gilsarinn er feskur Sko, Jón Gnarr er mættur Þannig að svo við getum nú spjalla við hann í smá tíma Þá ætlum ég að setja á örstuðan auglýsingabakka Og svo fáum við Jón Gnarr hingað í settið Hvað er betra en að horfa á enska boltan með vinum? Jú, að horfa á enska boltan með vinum og geta pantað sér djúbsteikt grísarif, 3 tegundir af eðlum, himneska mini-kleinurringi eða döðlusultu pítsu frá Shake & Pizza. Keiluhöllin Egilshöll, Wembley Íslands. Komdu í mat í IKEA. Réttir mánaðarins á veitingastæðnum eru lambaskanki og meðlæti á 1195 krónur og fiskur og franskar og meðlæti á aðeins 995 krónur. Við tökum vel á móti þér. IKEA. Félagar í Lífsverki safna meiri lífeyrisréttindum með iðgjöldum sínum. Lífsverk. Opin lífeyrissjóður fyrir háskólamenntaða. Lífsverk.is. Sóttu það sent 588 9899 eða á nings.is. Nings. Njóttu vel. Rúðutjón.is er framrúðan brotin. Komdu til okkar og við skiptum hana. Rúðutjón.is. Optical Studio Hafnatorgi Einsars. 25% afsláttur af öllum vörum í dag. Parka er nýtt app sem þú getur nota til að greiða fyrir bílastæði. Með Parka þarf ekki lengur að brjóta heilanum í hvaða gjaldsvæði þú átt að leggja. Náðu í appið og prófaðu. Parka, engin aukagjöld, ekkert vesen. Viltu útvista rekstri og upplýsingatækni fyrirtækisins? Komdu til okkar. Origo. Ali Bacon. Ástin er allstaðar. Pizza Hut. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö. Alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Það er þér að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og já, það er komin til okkar gestur sem að ég vil nú bara meina að sé af dýrari gerðinni okkar, er þetta ekki okkar uppáhaldsgrínist? Jú, hann er mættur inn í stúdíu, þetta er Jón Gnarr. Hvað eru indislegir. þetta er bara sannleikurinn. Maður að koma hér og vera einhver svona uppáhaldsgrínisti og ég fara að roðna hérna. Ég er bara, nú verð ég bara svo vandræðilegur það sem
eftir sko. Þessi eitthvað, já, hvað segir þú? Bara fínt. Jú, bara allt gott sko. Allt gott sko. En hvernig ertu, Jón, ef við byrjum bara á því? Ég er ekki alveg nógu góður, sko. Okkur? Ég trúi því bara ekki. Ég er bara búin að vera undir alveg ferlega álæði. Það er bara ógeðslegt álæði búið að vera á mér. Nei, alveg til það sko. Ertu ekki að leika Badda núna í Júragarðinum? Nei, þetta er bara Jón. Þú ert búin að undir ferlega álæði sko. Baddi var nefnilega undir miklu álæði. Baddi er undir álæði, en Jón líka. Jón Gnar er undir álæði. Jón er búin að vera bara undir alveg ferlega álæði sko. Eins og þið kannski vitið þá greindist ég með líkþotn á sem sagt vinstri ill fyrir 2 árum. Já, þú sagði mér það í sumar. Er ekki mikið lengra síðan, Jón? Er það bara 2 ár? Eða 3 ár kannski. Eða ekki? En þú veist þetta ekkert einhvern veginn verið að byggja morgun eða eitthvað það. Þú er ekkert að posta á Facebook eitthvað. Nei, ekki neitt. Nei, og ég held þessu bara fyrir mig. Ég er ekki að deila þessu með hverjum sem skilur. Þetta er persónulegt sko. Og ég skráði mig í mastersnám í sviðslistum við Listaháskóla Íslands. Og ertu á hverjum degi í skólanum þá? Já. Ég var einhvern veginn svona, ég var með óraunafar hugmyndur hvað ég gæti unnið mikið og verið mikið í skóla og allt í einu sko. Og síðan er það líka bara sko, þú veist, ég er orðin eitthvað 65 ára eða eitthvað og skilurðu og not what I used to be sko. Ég er bara orðin skilur, ég er bara aðtöða þegar þú ert bara 65 ára Jón minn og ég er bara úrvinda klukkan 5 þetta er ómikið allagaður. Hvað líður þér og sér gamall þegar þú vaknar bara eins og hvað finnst þér að vera gamall? Svona 66, 67. Ok, hvernig þú ert að mæta í skólan á hverju mótni væntanlega? Já. En hvernig getur lýst svona kannski bara svo í stöttu, hvernig er skóladagurinn? Hvernig eru hinir nemendurnir og finnst þér merkilegt að sitja vel hérna Jón Gnar bara í skólanum? Nei, þetta er alþjóðlegt nám, þetta fer fram á útlensku og þetta er mest fólk utan frá öðrum löndum og þetta er sem sagt sviðslista braut, þannig að þetta eru mismunandi tegundir sviðslista, þetta er leikhús, þetta er dans og flera. Og hvað þú ert að stúdera hérna bara leikhúsi vantarlega? Já, ég er að stúdera sko, sem sagt fókusinn minn er á leikhúsið og leikritun og ég hef verið svolítið svona að einbeita mér að ég að skrifa leikrit síðustu árin og hef verið að vinna í leikhúsunum og bæði sem höfundur og sem leikari og bæði og Hefur þú gaman að leikhúsinu? Já, mér finnst leikhúsið æðislegt og mér finnst öll þessi form, mér finnst þetta allt æðislegt, mér finnst útvarpið æðislegt, mér finnst sjónvarpið stórkostlegt, mér finnst leikhúsið frábært, mér finnst þetta allt bara Fjölbreytt líka bara að vera að flakka á milli? Já, af því að þau eru svo mismunandi sko. En yfirleitt er þetta þannig að þú veist með þessa leikara sem útskrifast um einhverju leikarar, þeir byrja kannski í leikhúsunum og vinna sig og fara svo í sjónvarpið eða svo í kvikmyndur og svona, en þetta er eiginlega öfugt hjá þér, þú ert að fara nú í leikhúsin sem er, mér finnst þetta mjög skemmtilegt sko. Og að því ég hitti þið daginn, hann var ekki langt síðan þá varst að segja mér þetta þá varst að segja við okkur, þið eigið að gera þetta maður, þetta er svo gaman og þegar maður hefur ekki prófað það sko. Nei, sko leikhúsið er bara þetta er allt saman, fyrir mér er þetta allt saman bara eins og MSIs og þetta er allt gott allt gaman bara þetta er karmelu kúlur þetta er bara allt til þetta er samt ís, þetta er ís bara og prófaðu þennan nú býtu hvað er þetta? Þetta er svona súkkulaði kortkúlur þetta er samt ís þetta er allt saman ís mér veist bara svona eitthvað svona ísbúð skilur bara mismunandi flavor og reyna þessu öllu bara ég dýrka, mér veist allt spennandi og og síðan að fá að vera með sko þegar þið höfðu sambandið með og báðið með að vera með í Júragarðinum mér fannst það bara æðislegt og það var líka svona svolítið eins og ég kom inn í leikhúsið ég var svolítið, það var hringt í mig og ég beðin að taka þátt í verkefni
og svo bara fór ég all in og bara ég verð svo Já, ég meina þú varst í grínstöði, maður sá það alveg í sumar, þá varst í miklu stuði. Ég var einmitt bara að ræða það, nú erum við að plögga út um allt og ekki það er alltaf heiður að fá því Jón, en svona það er hlut að því að þú veist hjá okkur að Eurogarinn byrjar á sunnudaginn á Stöð 2 og það er eins og Steindi segir, þú varst í grínstöðu í sumar og ég var nú að ræða það bara í viðtal, það er mjög erfitt því að þú varst alltaf að leika að reyna að eyðileggja tökuna með að fá maður til að hlæja og ég var að vera geðveikur, ég var svo óprófa því að þú varst alltaf að breyta textalum eða bæta einhverju inn eða það er svo gaman að reyna að sprengja sko. Jón var alveg á kafið í sko. En svo en mér langar svolítið að tala um Badda karakterinn. Hvernig myndur þú lýsa Badda karakterinum þínum, Jón? Hann er sko, eins og ég hef sagt hann er svona svolítið vittlaus og áttaviltur það er ekki lóðan að teki en samt svo góður, það er að því að hann allir að sé bara að vera algjört fíp sem hann er þetta er kompáskall sko, hann er braskari búin að brenna brýr, en hann ætla samt alveg, hann er að reyna að gera hann að garflottan hann er bara svolítið að síðasta séns náttúrulega og allt undir og er þetta karakter sem þú tengir eitthvað við? Persónulega Ertu kompáskall og brenna allar brýr? Nei, ég sé þetta svona gæi sem að langar í alvörunni að fara í rökræður við Helga Seljan. Þetta er ekki rétt, Helgi. Þetta er ekki rétt. Hann langar í alvörunni og jafnvel í útsendingu sko. Hann vill samt sko, hann vill að Garðinu gangi vel en hann er bara með svolítið aðeins og háa hann svona standard fyrir hann vill að þetta verði Disney. Já, hann er náttúrulega með óraunhæfar hugmyndir óraunhæfa vision sko, en hún er vissulega metnaða full sko. og svo voru svona líka núansar á honum sem mér finnst mjög heillandi sko, og það er eins og allir með þess að sko, hann er með eitthvað svona andlitsblindu sem að og ég hef aldrei leikið karakter sem er og það er eitthvað sem bara fólk vil ekki gefa mikið upp en það sé strax í öðrum þætti hvað Jón er að meina hann veit ekkit hvað eru strákar og hvað eru stelpur og nei en sérstaklega með fríður ég vil langa svo að tala um þetta en svo finnst mér líka eitt ég verði að koma inn að mér fannst það alltaf svo skemmtilegt þegar við vorum að hittast og byrja að tala um þetta það er náttúrulega orðið langt síðan að þá kom Jón og hann var alveg harður á því að Baddi þyrfti að vera svona Jack and Jones kall sem ég fannst vera svo gott hann er svona aðeins of gamall til þess að klæða sig svona klæða sig já það er og sótti klippingunni það er nú góði félagi þáttanins Háröður, það er fengið frá Áskeri Kolbeins það var svona sko það voru ekki mín orð það var ekki þetta var sko allt saman gert af fagfólki og en mér fannst sko bara strax spennandi að vera svartarður með svart, ég hef aldrei sko ekki svo í muni eftir verið svartarður Nei, það fórðinu líka bara nokkuð vel Já, þakkaði fyrir það og ég var með linsur og við fórum allar leið sko. sem ég fíla í tætlur og fólk sér þetta eins og við erum búin að koma nokkur sem inn á í þættinum á sunnudaginn fyrstu tveir þættinni síndir við ætlum ekki að sleppa þér alveg Jón því að það er eitthvað bara skemmtilegt sem ég gerir það er að fá þig í smá símat sem tókum upp fyrir í dag og það sem að Jón þarf að tilkynna strax að þetta sé símat og byrja að hlæja þið heyrið það hér eftir smástund Þið erum FM 95 blöð hér á FM 957 Við erum ekki beinni útsendingu núna því að við erum með Jón Gnarr hér í klefanum góðan og þetta verður nú ekki fyrsta símatið þitt Jón Nei, það er sko langt í frá Ég ringdi nokkur sko. En sko máli er að konseptið í þessu Jón er að við ætlum að ringa ykkur og þú ætla bara strax að viðurkenna það að þetta sé símat Þetta er upp á því þetta var í 2 á sínum tíma þú hefur gert þetta með mér áður en ég ætlaði að sko hafa eina reglu eða ég má leikstýris aðeins þeir eru rétt upp hönd þá verður að springa og hlátur svona ömulega hlátur eða veist hvað hlátur er að tala það var alltaf þegar ég lyfti upp þá var þetta að hlæja þá til ég setja það niður þá mátti hætta að hlæja svo gott að hlæja sko svona ok, þannig fyrir skamma sér fyrir þetta ef ég setja hann beint upp og beint niður þá er það þessi en ef ég setja hann upp og þá var þetta að hlæja meðan hendinu er uppi og mátti hætta að hlæja setja hann niður tilbúin í þetta ok, elska það herru, þá er það þú vildir ég myndi hringi útilíf þú múttir að gera aðtíð þeim Útilíf Kringland, góðan dag Já, góðan daginn
Já, ég keypti þarna hjá ykkur svona daginn hlaupa buxur. Ok. Ég finnst það úr svo þunnu efni, þetta er svo þunnt í þessu, þetta er eins og svo sokkabuxur eða eitthvað svona, þetta á ekki vera þykkara efni í þessu. Jú, svona fyrir svona eftir geti verið að svona innanundirbuxur þær eru í þinnri kantinum. Já Já, fyrir ekki. Nei, þetta er svona símarekkur hérna, þetta er Jón Gnar hérna, ég er hérna hjá FM 95 blöð hérna með Steinda og Auða hérna til að láta mig Já, en var þetta ekki alveg svona saklaust og bara mér þannig. Já, þetta er svona, þetta er bara svona eitthvað svona símagrín, eitthvað svona Já, Já, hérna heyrðu, já, ég vona að þetta hafi nú bara verið svona saklaust og það er ekkert mál. Já, heyrðu, þakka þér fyrir þetta og fyrirgeðu þessa truflun og vonandi áttu góðan dag og þið öll þarna í út í líf og bara Já, sömuleiðis. Takk fyrir. Það er nú gaman að hlæja svona Já, við verðum að taka eitt viðbót, það ekki? Já, þetta var alveg saklaust. Mér finnst þetta svo fyndið. Þetta er mjög saklaust. Hvert viljum við hringja næst? Hvað viltu fá næst, Jón? Hvað er mest tekið? Jú, það er það má fara við völl. Viljum við taka bakari eða? Já. Bakari? Nei, það er ekki eitthvað. Svolítið mikið læti kannski? Já. Það heyrist náttúrulega vel. Bakari, dekkjaðegstæði, fatarhreinsun. Já, við getum tekið. Rammaðingerð. Eigum að hringi eitthvað pípara? Jón Kallar. Já, ég sko, hérna bakari. Bakari? Já. Já, góðan daginn. Ekki segja og sért hjá okkur. Segðu bara þessi síma að þú sért eitthvað að leika þér. Já, ok. Ég á bakari, góðan daginn. Já, góðan og blessaðan daginn. Ég ætlaði að aðtúa þannig með, sko, ég er búin að vera að leita um alland. Já. Að normalbrauði með harðriskorpu. Hvort að það væri hægt að fá svona harðaskorpu eða hvort að það sé bara allt með mjúkri skorpu. Ég skal bara tjekka á því. Já, hérna, fyrirgæðu, þetta er Jón Gnar hérna. Ég er að gera svona síma. Ég er svo gaman að hringja svona og bara gera svona saklusarhekki, sko. Ég er nú bara. Já, það er frekar fyndið. Ég veist alveg hvað þú veist. Ég breyti þarna röddin í svona eins og ég var í gömul kona, sko. Varst þú að tíma? Já, þetta var ég allan tíman, sko. Þetta var ég hérna, já, góðan og blessaðan daginn. Já, núna, ég heyra það núna. Þetta er svo gaman. Þetta er bara geggjað. Já, heyrðu. Já, þannig ég bið bara kærlega að heilsa öllum. Það fyrir skil á því. Já, ok, bless. Ég geti gert þetta í allan dag. Æðislegt. Yndislegt, rosaleg símaður þarna. Sko, fyndlega með hann, hún sagði þú náðir mér alveg. Hún náði mér alveg með skorpuna. Þetta voru heiðaleg símaður. Já, strángheðaleg. Geggjað, Jón, yndislegt að fá þig. Já, yndislegt og bara hlakka til að vera með ykkur í sjónvarpinu. Já, það er sunnudaginn. Svo er plöggum þínu einu sinni enn. Júrógarðurinn, fyrstu þættirnir sunnudagskvöld og byrja klukkan held í 5 mínútur yfir 7. Jón, takk aftur, kella. Takk.
Það er XXX Rottalur hundar Okkar besti maður Ágúst Bent í næsta lífi Jöfull sem ég fannst þetta lag flottar að koma út Og finnst enn Þér að hlusta F95 blöð Við þökkum Jóni Gnarr kjallaði fyrir komuna Jöfull er að fyndin maður Já, hann er bestur Hann er geggjaður og ég get lofa því Þið eftir að fíla hann sem batta í Júragarðinum Ég held bara basically að Georg Bjartfriðarsson sé komið með að Tough Challenge Já, með Badda. sveimið þá Já. Hann er allavega geggjaður hann En áður fyrir mig spurningkeppni Gilsarnas voru þið ekki með eitthvað tilkynningar Við erum báðir með risa tilkynningar Doppelplögg, vil þú ekki bara byrja? Á ég að byrja? Já, byrja bara Ég skal byrja. Ég er alveg fylgislagur Já, en þú veist, fyrir mér er þetta kannski ekki einu svona rétti staðan til að plugga þegar ég er með 2 gæja hérna sem eru ykkur á eftir að vera svo skítsama þetta plugg Klára þetta þá bara Á ég að reyna þetta? Já, betur hvað er Auðvitað, kottu með raunverulegar tilfinningar Gæti ekki meira sama Nei, já, Þú veist ekki hvað ég ætla að plugga Jó, er ekki þáttur inn á miðvikudaginn? Já, ég á búin að segja það Og það gæti samt ekki verið meira sama Já, ég elska Ég er ekki tölvulegur. Nei, ég veit það En á miðvikudaginn og á bara alla miðvikudaga í haust og vetur þá ætla ég að vera að stríma þætti sem heitir Rauðvín og klakar. Takk fyrir. Og ég gerði þetta páskana og það var svo gaman að ég er búin að færa þetta upp á annan level. Þú ert eitthvað Íslandsmeistari eða ekki? Ég er Íslandsmeistari, ég er Reykjavíkurmeistari í Fortnite. Já, það gefur smá vikt. Já, en við ætlum að byrja því að vera að stríma Warzone sem er Call of Duty, en annars getum við, ef áhörundu vilja fá að sjá aðra leiki, þá bara við sveisum leiki, við ætlum að vera mjög frjálsum með það, en við ætlum að vera okkur einasta miðvikudegi, klukkan 9 og við ætlum að byrja næsta miðvikudag og ég var basically akkurat núna strákar að posta, ég ætla að segja flottasta poster, motion poster sem hann Þorsteinn Bakk gerði á Instagram, ég sá það, þetta er rosalegt svona hans Þorsteinn Bakk, sem hann Gabriel Bakk gerði. Ég sá líka Landaköss var líka postaði sko. Já, og þetta er Landaköss er náttúrulega með í þessu, þetta er Landaköss og MVP og Óli fucking Jó, elsti maður landsins. En þetta, við ætlum að gera þetta, við ætlum að spila töluleiki live, við ætlum að vera á Twitch, Vísir og e-sport og það er frítt að horfa sama hvað þú ert og þetta er svona, já ég ætla að segja alveg reynskilin, þetta er ekki fyrir alla þjóðina en þetta er fyrir the gamers out there sem eru til í að horfa á menn, drekka rauðvín og spila töluleiki. Egil, hver ætla þú að plugga? Rosalega pluggraða, já, Stone. Þessi pluggraða með farin inn í history. Hvað var þessu að fengi símtal? Hvernig ætlar að toppa þetta? En ég ætla bara að mála, þetta kemur alltaf þjóðin óvart en búið á COVID-19 og fólk er að rífa sér í gang, dreflegilt ár, fólk er búið í slæmi formi ás ári, ég sé það bara í mælingum, þetta er árið og friðlaði fólk, þannig að ég var Þarftu ekki að horfa lengra en bara mig? Ég ákveð að smíða lag til þess að fólk getur sett nýtt lag á Gim playlistin sinn og vel gert. Muscleboy er að koma nýtt lag næsta föstudag eftir 7 daga. Er það frumflutt í þessum þætti? Á miðnætti og 15 skvöld. Okay. Við myndum átt að spila hérna. Þetta er svo þreyttur á þessu pluggi. Ég horfði bara eitthvað degi. Þetta er my first breakup song. Já, þetta er hérna eins og ég var að setja á Instagram, ég sá artworki, það mynda hjarta og svona keðjum í kringu það og ég réð Manswes sem söngur, hann innfóldur því hann er best söngur í heimi ég með spila bara endilega við samerum þetta plugg af því að þetta er á miðvikudaginn þegar ég fer að stríma þá skal ég spila þetta lag. Wow. Nei, það kemur út á 15. Þú getur ekki fyrir en að gera einn þarnast að þetta í öðrum þætti, í öðru streymi skal ég spila þetta lag. En það er komið að spurðingkeppni Gilsarans. Það er núna. Hér í F95 blöð. Já, þetta er koncept sem mér finnst vera, ég hef aldrei vitað að mér þetta sé bara eitthvað handahófi. Ég hef aldrei vitað að mér mikið viðbjóð, það er bara þannig. Hvað var þetta aftur? King of? Þetta er bara King of sektanna því að þú veist hverju verið málega, allir lendi ég á sekt og allir einhvern tímann hafa allir fengið sekt. Já, ég kendilega sekt á lögreglun, bara sekt ég er nú fengið sekt á lögreglun. Skilur við bara kennarinn sektari og haga illa og allir ekki kennari, í hvað skóla varst þú? En hefur ekki allir fengið, við höfum allir fengið lögreglusekt hér við borðið fyrir að keira kannski aðeins frá hratt ef maður er út á landi. En málega er, ég meita þess að keppnin sé 50-50. Já, finnst þið það? Ég steina ekki svo klára þetta bara sko. Mér finnst bara svo aðstæðald að þú segir við okkur kallt og horfið bara augun okkur á meðan að þér finnist þetta að vera 50-50. Býta að því að þú kennir þetta er byggt á því að ég fekk sektuðun. Já, en það er bara ein spurning. Þú veist það ekki, það er ekkert víst að svo spurning komi. Það er ekki byggt á því. Hefur þið verið óþekkur strákur? Þetta er spurningin. Er þetta spurning? Hvað? En byrju, hvað gefur það sekt? Þetta er bara basic spurning. Það er að spyrja hvort það maður hefur verið sekt að vera óþekkur. Nei, hefur þið verið óþekkur. Já, ég var náttúrulega bara viðbjörsluðu krakki, þannig að já, ég er punktur okkur bara.
Ok, þið byrja þetta stert. Það er 1-1. Já, við báðum verið óþekkir strákar. Stert stig. Hefur þið verið sektaður fyrir að vera sexy? Sektaður fyrir að vera sexy? Já. Hver ætti að sekta bara fyrir það? Ég bara, þú veist, eitthvað gæla. Er hægt að gera það? Gæla? Hvað er þetta svo sexy að ég ætla að sekta? Þetta er best að gæta þessi heim. Nei, ég ætla að tala lögga það. Nei, bara eitthvað gæla, sagðan. Ég er bara eitthvað gæla, ég veit það ekki. Hefur eitthvað gæla sagt að þið fyrir að vera sexy? Veit það, er Lói Bergmann allir í einhverju keppni henni? Nei, ég held að þetta sé bara nei hjá okkur. Ég bara skildi ekki eins og leið. Já, ég get svara fyrir því, þú er ekki verið sagt að fyrir að vera sexy. Takk fyrir að svara fyrir þetta. Hefur þú hort á stöðumæluvörð og fengið ris? Þegar maður hélt þú gætir ekki toppa þig þá kemur við þetta. Þetta er svo ógeðslega. Þetta er samt pent orðað, ég geði það. Hvað er bara veðileg spurning? Þetta er nei hjá mér. Já, þetta er nei hjá mér. Nei, þetta er bara víst nei. Já, ég hef ekki hort á stöðumæla og fengið ris. Þetta er ógeðslega. Hvað er það maður að fá bara ris við það? Horfa á stöðumæla. Þú varst eitthvað skotin í henni. Há vetur það. En byrju, varst ekki ungur? Jú, ég var ungur. Já, og skotin í henni? Nei, ég var ekki skotin í henni. Varstu bara að gera til að hann losnaði sektin? Ég held maður þurfa nú að þekkja viðkomandi til að vera skotin í honum. Ok, en þið fannst hún aðlaðandi fyrst á bauðstun og deg? Ég var bara, ég veit ekki hvað það var. Ég var basically bara að byggja mitt síman á mér. Come on guys. Ok. Hætti þessu bara. En byrju, ég er búin að gera punkt. Já, ég er búin að segja það. Akkur gastu þið punkt. Takk það tilbaka. Takk tilbaka punktin. Viltu ekki vinna þetta? Nei, ég vil ekki vinna þetta. Og ég vil ekki á punkt. Er ég að miskilja eitthvað? Já, þú varst að miskilja. Hvað, ertu heyrnalaus? Ertu heyrnalaus? Varst ekki að heyra og við höfum að tala saman? Já, við höfum að tala saman í 10 sekúndur. Þetta var gefis punktur. Já, þér til varnar eitthvað. Ég held þetta að vera punktur á steindaðin. En byrju, sónaður út eitthvað? Nei, ég bara held þetta að vera punktur. Bara afsækið. Þú ert í símanum núna. Já, það slökna á tölunni hann í Róna Símon. Sko, hefur þið verið sektaður? Þú veist að það er 1-1. Já, ég tók punktin að þið. Það er brjála. Nei, ég þarf bara að fá það. Hefur þið verið sektaður fyrir að eiga mög við parketti heima hjá þér? Nei. Og nú þegar þið verður hreinskilin bándið á. Ok, fyrir utan það í 10. sinn 10. sinn þessu, svo 100. sinn. Hver ætti að sekta þig fyrir það? Já, þú veist, ég mannstu þú skrifa þetta bréf hann og allt það örgsið var það. Já, svo bara hérna, svo það kom líka á hreint að það var ekki eins og parketti í jöklatunnu, það sem ég bjó. En veitir, það sem hann er að beða okkur er að vera mjög hreinskilni. Já, það eru 10.000 fyrir meiri líkur og þú hefur verið með stampinu þegar þú varst að horfa á hana stöðumælver heldur en að ég hef verið sektað fyrir að liggja parketti, sko. Ég er bara að spá í hvort að mamma henni hafi komið inn og sagt, heyrðu, ok, nú ert þú að duttast í þessu rugli, þá færðu ekki vasapening þessa vikunni. Já, ok. Eitthvað svona. Ég var í fötum og það var ekki parkett og ég lá upp í rúmi, þannig að pocket. Duttast í þessu rugli. Það er ekki punktur með þetta. Ok, sko. Það er jafnt að blísa. Hefur þið sem baðvörður? Nei, byrju, maður segja, ég var búin að segja það. Hérna í þættinu. Kannski á gróknum. Sko, hann heima í Sveten, síðan heima í Breiðholtinu. Við segjum allt þetta. Og á króknum. Góðu líkur, hún er ekstu þessi baðvörður. Mér finnst það bara ólíklegt. Ok, sko, það er ennþá 1-1, þetta er mjög spennandi. En byrju, hvernig var spurningin? Sko, það er sett, hefur sem baðvörður sagt við Gellu, heyrðu vinnan, þú út nú bara það sexy að líka við þurfa að sekta þig. Og þú ert ekki eins og djóka með þetta. Ég guði það bælu steindi, segðu mér þetta sér nei hefur. Annars hætti ég að tala við því. Leif mér að útskýra fyrir það reyndu. Þegar þú ert baðvörður, þá ertu náttúrulega bara inn í kallaklefa, sko. Ég er inn í kallaklefa. Já, byrju, það getur alveg að gæla þess. Ég er inn í kallaklefa. Hvað er þetta, ég sé bara baðvörður inn í kvennaklefa? Nei, það getur verið pía í sundi samt. Hvað heldur að ég hef bara farið? Ertu að spyrja til það? Heldur að ég hef lappað út? Varstu bara fastur inn í kallaklefa? Nei, ég var yfirleitt. Stóðstu þar í horninu? Nei, ég var yfirleitt. Það vonuð að lappa lögin og svona. Að ég segja hvar ég, nei, heldur að ég segja úti að lappa lögina. Sem baðvörður, það er ekki að vona. Að ángra kuna. Já, byrju, þú hlýtur sem baðvörður steindi. Já, ég bara trú ekki svo að segja þetta. Hjekstu bara inn í kallaklefa, allan tíma. Að ég segja hvað ég gerði aðalega. Já, þú hlýtur að vera að fylgjast með lögin. Ég var aðalega í íþróttasal bara að fela mig. Bara að sparki fótbolta og ég var, stundum var ég upp í turni, þá var ég yfirleitt að leggja mig. Já, en
upp í turni þá ertu með yfirsjón yfir laugina. Já, þá kalla ég kannski í mikrofón ef einhver er með vesen. Já, þessna er ég að segja, ég guðan að bænum ekki segja mér að þú har sagt eitthvað, ég þarf að sekta þessu sex. Eina sem ég kallaði í mikrofónu var bara því að ég var að djóki vini mínu sem ég sá á nóni. Ég, sko, heldur að ég hefði lappað þú heldur, hvað heldur ég að vera að gera? Lappa á bakkanum að ángra fólk? Heldur ég að vera lappað einhverju stelpu í sundi og sagt, heyrðu, ég er að spáði að sekta þig. Hún segi, nú, hvað var ég að gera að mér? Já, bara fyrir að vera svo sexy. Heldur að það verið bara heldur að þessi staðan? Nei, ég held það ekki. Ég sverða, en ég hefði líka aldrei haldið að þú að reynda að koma þér út úr stöðumálasekt með að reyna þau píuna, sko. Þannig að maður bara lifur og lærir í þessu hérna. Ekki hlaupa, ekki stökkva þessa leist. Ég var ekki að koma þetta sekt. Nei, ok. Ég var alltaf til í sektinu. Ok. Ok, en bara í lokin ég sá að Steindi var bínu reyður út í mig, en bara í lokin auðvitað alveg hreinu Steindi, að þú vinnur sem baðvörður þá náttúrulega ertu með yfirsjón yfir laugina, eða ekki? Jú. Já, og það geta verið konur í lauginni sem þið finnst heit gæla. Já, og hvað átti ég þá bara að klifra niður úr turninum, fara út í storm og bil og segja bara, heyrðu, fyrirgjöðu, þú í pottunum, þetta bara gengur ekki. Varst alltaf í turninum? Ég var yfirleitt í turninum. Ok, ég sé Ég sekti því. Já, ég meina hvað það er að lappa á bakkanum bara eins og fórstu guðum þessi fósbráð. Já, ég sé það. Þú endur að gera niður þetta. Einhverju línu hefur notað. Ég var ekki að gera niður með það. Byrjaði með konunni. Ég hitt hana, ég kynntist henni. Vistu hvað, mér líður svo Bill Murray í Groundhog Day. Ég er alltaf að segja það sama. Nei. Jú, þið er bara náið því. Ég var bara að læra núna að þú er hangið í turnunum. Þetta er rosalega spennandi. Hefur öryggisvörður eldi í kringlunni og reynda að sekta þig? Þetta er sama, nú ertu að fara aftur að vera. Nú ertu að fara aftur. Ég er ekki sem búið að klára spurning, veist ég sem ég er að segja. Jú, þú ert að tala þegar ég reyndi við að stelpa í kringlunni. Núna bara hérna sem yfirmaður takkan, þú verður að leiðunum að klára spurningu. Nei, ég á bara að leiðunum það. Þú átt ekki að leiðunum að klára spurningu. Þú verður að segja það nefnilega. Leiðunum að klára spurningu. Hefur öryggisvörður eldi í kringlunni og reynda að sekta þig því þú varst ofgraður? Jésús almáttugur. Þetta er svo erfitt að sitja undir þessu. Það er alveg agalegt að sitja undir þessu. Ég beinti útsendingu. Staðan ætti að vera 4-1. Þetta er bara punktur. Af hverju ætti staðan að vera 4-1? Af því að það er svo margt þarna sem þú tengir við. Ég tengi ekkert við þetta. Ég tengi við það að lappa á bakkanum og spyrja stelpu að sekta stelpu fyrir að vera sexy í sundi. Þú getur ekki dodsa alla þessa punkta. Nei, eða Ertu Keanu Reeves í Matrix? Í fyrsta leið hefur öryggisvörður aldrei elt mig í kringlunni. Bara punktur. En ég svo rugglega þarna. Ég hef reyndar lent í því að vera eltur í kringlunni af öryggisvörði. Já, þá ætti þú að punktablöð. En það var ekki verið grættu, það var að því vorum að taka falda mynda. Já, þú varst öruglega græður líka. En sko, ef þú varst græður þarna, ég hef gæðið punkt þarna. Nei, þegar við vorum að taka falda mynda þá voru ekkert sérstaklega graðir held ég. Ég var að horfa að sveppa fíblast. En ég myndi viðurkenna annað en Steindi. Þú veist það, ég er alltaf hinskil. Það er kringu 20 eitthvað neðin, þú veist. Já, ég veit það. Á ég þá að viðurkenna það? Vil ég að ég viðurkenna að öryggisvörður hafi fyllt mér út úr kringlunni fyrir einhverja græddu? Á ég að viðurkenna það? Er það að fara fram á það? Það átti komin inn í lead, sko. Ég skal gefa það. Þú ert ekki viðurkenna það. En með stöðumæla það átti að vera punktur. Ok, það er 2-1, en nú getur blöð að jafna þetta. Hefur þið fengið, hraðasekt? En, þetta er spurning A, þetta er 2 liðum. Hefur þið fengið hraðasekt? Getur þið fengið 2 punkta þá? Þetta var flókið. Hefur þið fengið hraðasekt? Já eða nei bara? Já. Vó, punktur Blondell, punktur Stóni. Gegn þess að hraðasekt á Hyundai Coupe. Og sér kemur B, aukapunktur, ef þú fengið hraðasekt, graður og rauðum sportbíl. Það er það punktur. 3-3. Þetta er grína. 3-3, 2-2. Nei, þú veist doppelpunkt. Og basically átti ég ekki að hafa punkt að vera að vísa út úr kringlunni, þannig að teknikli ætti að vinna þetta sko. Ok, það er ekki eðlilega spennandi. Er þetta ekki búið? Nei, þetta er ekki búið. Hefur þú skellt þér í dögi til að koma þér út úr stöðum? Steindi er sigurvegari. Heyrðu ekki söguna sem ég sagði? Hún sagði nei, hún vildi ekki láta mig fá númerið sitt. Já, en enda þetta ekki með dögið? Nei, alltaf það ekki. Ertu heyrnarlaus? Skilur þið bara ekki neitt. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Það er hárrétt, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færa ykkur FM 95 Blö og við komum inn á í síðasta þættið vorum í beinni frá Keiluhöllinni að það er búið að taka matseðilinn gjössana í gegn, það eru komið rif þarna og einhverjir bestu kleinurringi sem ég smakkað 3 nýjar eðlur og ég veit ekki hvað hana. Herru, ég er ekki á því upp í Keiluhöll. Ég er eðlumæðurinn sko. Já, þannig þú ertu búin að smaka þetta? Ég er búin að smaka eina hana, já, eina af 3. Hún er geggjum, hún
og með döðlum. Það er rosalegt. Það er reyndar, ég þarf að tjekka á því. En það styttist í íslensk slúður, en við tilkynntum í byrjun þáttarendrengir að eitt frægasti Íslendingurinn er komið með COVID og þetta er góður vinur okkar. Þetta er ekki komið í neinu fjölmiðlum, þannig að við erum að þetta eru breaking news. Ekki segja nafni, bara hringja hann. Á ég að hringja bara í hann? Já, sjáum bara að fólk tekki röddina vantilega og... Já, en við erum að hringja í beinni núna. Já. Við erum ekki vanið því. Við þurfum eiginlega aðtöða, bara í fyrsta leið aðtöða hvernig hann hefur það. En við vitum að hann er nú ágætur. Margt sem getur farið úrskeiðis í beinni útsendingu. Hann er búinn að vera slappur samt, en við skulum tjekka á því. Við bara fáum skýrslu. Já. Við þurfum að fá þjóðin þar skýrslu nú. Það var líka gaman að heyra bara hvernig einkennin voru. Líka hann er alltaf hress. Ég hlakka bara til að heyra í með svona. Hvort það sé hress, kallinn? Já, kannski er hann ekki hress. Þetta er fyrst smitaði A-celebrity í Íslands. Það er rosalegt. Já. Sælir. Sælar. Þú ert í beinni útsendingu hér í FNÍFM Blöð. Já, með grunaði það. Hvað segir Peter the Pussy Eater? Hvernig ertu? Þetta er rosa skrítið að byrja að síntala á þessu. En ég er bara brattur hvað þið. Við erum góðir, sko, við vorum að ræða það í byrjun þáttar að við værum með rosalega slúður því að við erum á því að þú sett frægast Íslendingundunum sem er búin að fá COVID. Ekki fórsetur búin að fá það? Já, til hamingju með það, Peter. Já, takk fyrir það maður. Þetta er bara þvílíkur heiður. Man heyrir að þú ert með eitthvað COVID-hálsbólgu þarna í gangi. Já, ég hef verið betri, ég skal viðurkenna það. Hvað ertu búin að, hvenær fréttir þú að væri með COVID? Það er slett vika síðan. Slett vika, ok. Og er það svona ölluganni slettu? Er það búin að viðbjóður eða? Já. Já, það er svo þess. Kottum með einkennin. Ég ætla að fá raðaðum upp fyrir mig. Kottum með einkennin. Ég menna það er bara, þú getur googlað það. Nei, ekki, en það mismöndu hvernig fólk fæðir þetta. Ertu búin að missa bragð og þefskinn eða? Já, það er farið. Það er farið, ok. Goddammit. Ef þú rekur við núna. Það er já. Segjum að láta einn rífa bara núna. Þú finnur ekkert. Finnur ekki neitt eða? Nei, mennur líkt það? Nei. Ég skýti bara endalaust og seti á klósettinu bara í 18 mínútur og ég finn ekki neina líkt. Það er rosalegt. En það er ekki verra að finna ekki bragð? Hvað ertu að geta? Ertu ekki bara að geta mjög holdt? Ég bara, fjölskylda mín er búin að vera að koma með svona mat sem er komin á dagsetningu og ég var einmitt að fara Ég bara geta svona mat sem er svona nánast útrunin. Ég var einmitt að fara að segja, er þetta ekki tilvalið til að spara svolítið? Við erum bara með fiskibólur í bleikri og þetta bragðast allt eins. Það breytir engum máli hvað ég borða, sko. En hvernig, ertu einu á heimilinu með COVID? Nei, við erum 2 hérna. Þið eru 2, ok. Hvernig ertu með hita núna? Hvernig er staðan á því? Nei, ég er hitalaus núna, sko. En ég voru reynda búin að vera nánast allan tíma. Þetta bara, sko, aðalskellunum kom að það fyrst, bara fyrir sléttir í viku síðan. Ég vaknaði aðfarnút föstudags klukka 3 nótt bara í því mesta svita baði sem ég hef upplegað, sko. Og var þá bara upp í hjónarum og síðan bara fer ég út fram í stofu og ligg þar og þetta var alveg glata. Kona mín fertur saman í daginn eftir. Já. Og það er hefð fyrir því að við vekjum alltaf heimilsmeðlim bara ef einhver ammali þá er hann vakinn með köku og svona ammælisöng. Já. Gekkju það. Og ég var búin að græja þetta, ég var búin að gera kökuna klára og svona. Síðan fór ég hérna fram aðfarnótt föstudagsins og klifur upp í sófa og liggar og andvaka og svo sofna ég, vakna svo með hana standandi yfir mér og segir orður ég á ekki að syngja fyrir mig afmælisöngin. Nei, ég er veikur eftir mér, segi ég. Já, þá sagði hún aftur orður þú ert allavega veikur til að syngja afmælisöngin, ég er fættur, sko. Nei, ég er ekki grínast, ég er veikur til það, ég hef aldrei verið svona veikur af heiminum, það var eitthvað svona væl. En svo bara fór ég í og ég fann einhvern veginn að þetta listi sér allt eins ég með dundrandi hausverk sko inn í svona augnbotnunum. Já. Með svona hausverk einhvers staðar þar og eiginlega bara og það leiðir eiginlega bara þetta er eiginlega bara nærið að vera höfuð kúpuverk. Þetta er viðbjóður, það er svona að segja, þetta sé viðbjóður.
Já, og svo þungt að anda og þungt að hósta og vont að hósta og beinverkir og bara svona kjötverkir. Það bara allir vöðvarnir einhvern veginn verkjaðir. Það kannski bara fínt að hlustendur okkar fá að vita hversu mikill viðbjóður þetta af því að þeir sem hafa ekki lent í þessu, það margir byrja að tala hvað þetta sé bara eins og að vera með kvef. Já, en svo mismunandi náttúrulega hvernig þetta leggst á. Þetta fer verri í eldra fólk. Já, ég fann að daðra við það að vera eldra fólk. Þú ert samt bodybuilder, þannig að ég held þú ert að fara að daður alltaf. Já. En ertu komin þá bara, ertu þá ekki bara dælið íbúfen, ertu ekki komin bara íbúfen kúrin eins og okkar besti Árni Gústafs eða? Jú, einn af okkar sterkustu leikmönnum. Já. Jú, ég náttúrulega á þetta allt til, þessi svona, þú veist þetta íbúfen og parkútin og paradans og hvað þetta dótar í heitir. En veistu ég veit ekki hvernig ég orða þetta, hvernig þú losnar þetta, hvenær ferðu næst í tjekk til að tjekka hvort þetta sé farið þetta og ekki? Já, ég fór, það vil nú svo skemmtilega til að ég fór í dag og var kallaður inn í myndatöku, ég vildi taka myndanungunum og eitthvað, það greinilega búið að setjast eitthvað. Hvernig kom það át? Lengur, síðan bara, það kom okkur lút en ég fekk alls konar stöf sem á að styðja við ef ég skildi það rétt, bara eitthvað svona pús. En eins og nú þú með þetta en ekki konan. Svo þess að klósettið bara milli og... Þannig að þú veist, ertu bara læsturinn í herbyggi og bara matar bakki fyrir hurðina og bankaðu hurðina og þú bara nærðir í matinn og loka hurðina og fær sér inn, eða? Það bókstaflega þannig. Það þannig. Ertu ekki búin að horfa á allt þá, bara á Netflix og... En þetta hægja þér? Hvar hægir þér? Það þarf að segja, nei, þá þarf að fara á klóstið og sóttreins á milli og þetta algjört vesen ef þetta á sama heim. Við erum svo heppin að við erum með, keyptum, bílskúrin innréttar sem 2 íbúðir, þannig að ég í annari. Þú ert í skúrni. Þú ert ekki alltaf mansion hann í Garðabænum. Mansion, já, þú glemdi því maður að ég er með álfur hérna maður. Þetta er Pétur Jóhann Sigfússon. Hann er ekki 35 minnum. Hann er hérna íbúðin í húsinu og er þar. Er þetta þá ekki bara... Og er Pétur að keira í 8 hristing á dag bara úr sokkunum öllu eða hvað? Þetta er endur ágætið spurning á Steinda þegar Egill byrjaði með dagskarðuðin hérna hversu graður er sól í Hólm þá fórum við nú út að borða Pétur og þú sagði að þú varst brjálaður okkur að vera ekki hringt í þig að því að þú er alltaf graður þannig að það veri alltaf geggjuð helgi framöndan sagður orðið þig þá spyr ég þig, hefur þetta áhrif á það allt saman? Nei, ekki nokkur einustu Já, alveg, ég er búin að vera ég er eiginlega búin að vera graðari núna í vírusnum sko. Ok, þannig að vírusin hann stoppa það ekkert reyndar, þú ert að greinast með þetta á rosa tíma þú og Zlatan báðið með COVID núna þannig að þetta er ágætis félagskap Þetta er hljóma sem Ibrahimovic Þetta er hljóma sem gott líf og deitnin í herbyggjarna, hristandi sendir SMS, þú vilt mat og fær matabakka frábært líf fastur inn í bíl Það er ekki að gera neitt sem bara á Netflix og þetta er bara eitthvað luxury life En máttu taka eitt göngutúr Pétur svona nóttinni eða ertu bara alveg fastur? Hann er fáru veikur Steindi Hann er að fara í göngutúr Hann er hýta á beinverki Hann er ekki hann er ekki hérna í sótkví hann er bara með COVID Já, en það heitir einangrun og ég má ekki fara í göngutúr Nei, þú mátt það ekki En hvenær veistu bara svona í lokin hvenær veistu hvenær þú mátt er það bara þegar ég byrja að líða aðeins betur og ferðu aftur í tjekka hvenær hittir maður Pétur næst? Stuttasvari væri að ég þarf að vera friskur í 7 daga ég þarf að vera einkennalaus í 7 daga Og þú er með einkenn í dag, ég heyri það Ég er með einkenn í dag, já, þannig að En Pétur, hlustundur F95 blöð og við strákarnir sendu þér góða kveðjur Já, en því þetta sko náttúrulega þið Hristu þetta aður Já, ég er rífið úr mér Beint í bílinn, það er þá væntanlega í pásu eða? Beint í bílinni í pásu sem er glata sko Ég er verið að fara bara með sveppa í beint í bílinn bíltúr Já, ég skal taka eitt átt fyrir Það var veistla, ég náttúrulega er bara your biggest fan Ég hlusta á hvern einsta þátt
Æ, takk fyrir það maður, það geggja. Býttu þú eitthvað kvefaðist þetta? Já, ég nefnilega smá Hann er hræddur líklega með veðruna sko. Þetta smitast ekki gegnum síma Ég verið þú. Mér finnst þess að sést búin að smita við Pétur bara Bara gegnum síman. Hann er bara í 7. testi Já, ég get alveg lofa því Steindi, hann verður nójaður bara að tala við. Hann verður farin í test á morgun bara til að svona aðeins að tefja fyrir hinu sem eru actually einkenni sko. Ég get lofað eitthvað því, ég er búin að fara tvisvar Pétur. Ég smálega já, svona technically, já, ég var að horfa á nýja seríu sem ég dóttin í. Já, sopnaði í sófanum og vaknaði eftir 4 nótt og hendi mér upp í, þannig að ég er bara kvefara þegar mér var svo kalt í nótt. Já, ok. Ég skrifa þetta á það frekar en, ég veit ekki, hver veit maður. En Pétur Það er ekkert sanna í þeim efnum að það getur vel verið að þessi helvítis vírus sé að skríða í gegnum símalínur sko. Já, ég get lofa því ef einhver tjekkar að þá er að Steindi en látið þið batna, elsku vinur. Hristu það hann í þessu herbyggja. Ég hristu úr mér. Helgin er 10. Já, ég set 8,5 á helgin. Það er 8,5, það er gott. Hversu gráður er Pétur Jóhann í COVID-19 í dagskrárliðinu og hann er 8,5. Já, geggjar. Pési, látið þið batna, við dyrkum. Já, sem reyðist, takk. Þetta var Já, en eina bara pínu skellur að heyra að hann er búin að vera hrikalega sleppur. Hann er búin að vera alvöru veiku greinlega, bara með slæma flensu. En veistu hvað, ég vildi ekki vera bökkan á þessu, ég vildi ekki segja þetta, en ég og einn félaga, eða kunningja, sem fekk COVID í mars og hann er ekki ennþá komið með braðskinn, hann fekk þefskinn tilbaka en ekki braðskinn sko. En ég held að það sé bara frábæra hrættir því að tekur hellist tíma sko. Mikið með Dóra DNA, hann rekur mikið við. Hann er vantar braðskinn. Hvað er hann, getur hún að prömpu eða? Það rekur mikið við, það er alveg stafn. Páll Óskar, hann er í kvöldir gigg hjá Ingo Viðuguð og eftir Böndi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Túborg Léttöl og Keiluhöllin sem færi ykkur FM 95 Blö og við fengum okkur 2 Túborg Léttöl fyrir þáttinn, drengir. Já, það er Skulum Túborg hérna á Kúli, ekki að hlýsja að sponsa þáttinn en við hittust nú stundu þar og í barasta stund. Afsakið. En við sendum batakauður á Pétur Jóhann. Já, hann virtist nú vera ágætur. Hann er nú bara, með heyrist hann basically bara vera þarna í hristing 24/7. Nei, við erum nú alveg hreinskilnir og heyrðum hann alveg. Já, hann er gæðilega með enginn hitt og beinverki og sömu finn ekki neitt og aðri vera fárveikir og hann er eitthvað staðar hann gæðilega bara á milli. Já, bara fárveikur. Þetta er ekki búið, hann er bara þetta getur að vera, getur að betra, þau eru bara pepp mann upp, mónuða besta. En ef við þekkjum okkar mann rétt, þá veit ég að hann rífur sig upp á þessu á núleitni. Já. En það er komið að íslensku slúður. Það er komið að íslensku slúður og skeist á því síðasta föstudag og ætlar að vera mynda þá. Það tíma rann út en þetta beið bara og það er náttúrulega sko það sem er í rauninni bara á allra vörum núna að vilja allir vita meira Rabba Donatello. Sem er hver? Ég náttúrulega ég tísaði slúðri í síðustu viku. Pappi Helga Rafael sem er meira líka. Það er pappi Helga Rafael. Er slúðri það núna? Orðið bara eitthvað meira Nei, alls ekki og það náttúrulega þá veist alveg hver er tengdur fjölskyldinni. Hver? Helgi Rafael? Nei, hver hálfbróður hans er? Hálfbróður hvers? Helga Rafael? Já. Nei, hver er hálfbróður hans? Það er Einar Mikael? Já, þeir eru náttúrulega, þetta er allt saman sko, þetta er svolítið flókið. Þetta er náttúrulega svolítið complicated sko, ég skil það vel þegar að heyra þetta fyrst skipti. En málið er að hver er Rabbi Donatello? Sko, málið er að ég ætla að gefa, málið er að ég fæ náttúrulega slúðri sent og ég er búinn að fá þennan móla, þetta er fersku móli, þetta er ekki móli sem er að koma úr öllum áttum. Þetta er bara fersku móli og ég ætla rétt að gefa ykkur örstutt recap með Helga Rafael. Því eins og flesti vita þá er Helgi, þá kom hann inn í senuna with a bang í fyrra. Nei, var það ekki bara snemma að þessu ári? Ég veit það ekki, ef einhver veit að þá varst það þú. Já, mér minnir að það hefur bara verið þessu ári og hann kom inn í senuna with a bang og hann er the bad boy of magic, svo náttúrulega er hann að fljóta yfir þetta. Ég veit að hann er útskúðar úr töframannafélaginu, úr töfra samfélaginu. Helgi? Já, hann er ekki búið ásöndi töframann upp í bústa alltaf hérna upp í, hvað heitir þetta hérna hjá Hveragerði? Hótel Örk? Nei, þegar maður beigir hérna upp í bústaðahverfi, þegar maður er að nálgast Hveragerði, hérna svona frækt bústaðahverfi, saumabústaðir.
Það er Grímsnesin eða? Já, á Grímsnesin Það er ekki á hver að gera svona Það er aðeins lengra Já, honum er ekki búið þanga Þegar þeir halda sína ásáttu Er það ekki vel liðina? Nei, málega, þegar Einar Einstakki, Bjarni, Einar, Lalli, allir gæjarnir, Volli, þeir eru hittast Lalli? Já, þeir eru Lalli Dörfumar, hann er þetta toppmaður Já, geggjaður, þeir allir menn, þessi gæjar hittast Þá er búin til bolla sem er með þurrís, það er verið að galdra Hörs landabóla eða bara Já, landabóla, alltaf landabóla og málega er að það er verið að svona renni við stöðuna, menn er að sína ný trikksir, læra og svona og þetta er bara skemmtilegt, þú veist alveg, og ég bara Arnór að ég veit að þú ert fullur á skít Alls ekki Ég er samt pínu forvitin, haldið allir töframenn hittist einu svona árin? Þeir gera það Já, ég veit að þú ert að bulla Það er kannski bara community af Já, það er sem ég voru að hugsa, hvort það sé Íþróttafræðingar eru með samtök og hittast og þú veist Heldur að sé þannig á töframennum? Já, hlýtur að vera Ég sverða að þið gera það Nei, þú getur ekki svarið eitthvað sem veist ekki Nei, mástu, við vorum báðið taggaðir í post Akkurat hann að ljúga þessu Við vorum taggaðir í post á Twitter Það sem var maður sem var að vinna við það að halda utan um þetta Þú varst taggaður það í því gæröti En allavega, þegar Helgi mætir Helgi Rafael þá er alltaf, verður allt vitlust því að málega er að það var hann sem kom með að menn heldu fljúandi borðið, eldveskið að vinna með pottan og dúurnar þetta er allt frá Helga og hann var basically bara hérna menn urðu sem sagt bara loðandi hrættir að hann væri bara þú veist voru exposed í rauninni Þeir fæði að stela frá honum Ef ég fæði að vera með slangur, já, það er svolítið henni og hann allir er nýþröngum svona neongalla grænum með konguló logoum á og hann er þekktastur fyrir að láta tippa á sig hverfa það er hans trikk og spila Du hast hann setur Du hast á fónin En þetta var ekki slúðruð með eitthvað nýjan villising? Jú, síðan að þegar ég var búin að koma inn á það í slúðrunu að hann væri bastarður hann væri Helgusson, þegar mamma setur Helga og sem sagt það verið íslensk og að pappans hafi verið mikill töframæður og látist í miðju bragði Þetta var bara ekki rétt hjá mér og ég ætla bara að viðurkenna það og ég tek það alfarið á mig en það er ég bara sendibúði pappans, Rabbi Donatello er á lífi hann er á lífi Þetta er svo mikið kjátt að Þetta var hausverk Nei Rabbi Donatello er á lífi Er það pappi Helga Rafael? Það er pappi Helga, hann er guðfaðir í töfraleikum Er þetta allt Turtles? Nei, þetta er ekki Turtles Donatello, Rafael, Mikael, Angelo Hann heitir Rabbi Donatello og er hálfnorskur eins og hefur nú komið fram með ættina þegar hún er á svona, þú getur rækið þetta svolítið til Noregs en málega það ég ætla bara að segja ykkur bara frá Rabbi Donatello því hann er í slúðurnu Rabbi sem er guðfaðir töfrana hann er einn virtasti töframæður í heiminum og hefur alltaf verið ef þú googla Rabbi Donatello og fara á hann ég get lofa þér og það sem að gerðist þarna var það að þetta var sko Helgi og þessi stráka voru bara pjakkar þegar þetta gerist en hann var sem sagt í Oslo með sjó Rabbi Donatello fyrir mörgum árum og hann gerði trikk hann fann upp eldveskið Ég held að það hefur verið Helgi Nei, þeir fundi ekki upp eldveski hann fann upp eldveski hann er að hluta til blindur hann er í rauninni bara alveg blindur Þetta er svo mikið gæst að Nei, ég er að segja þetta er satt Ég er að hlusta maður Hann er basically blindur Rabbi Donatello Hvernig fann hann þá upp eldveski? Því hann var hefur þú séð Iron Man fyrstu myndina þegar hann var captured og var inn í helli og smíðaði sin eigin Iron Man Þetta var svipa með Rabba fyrir þetta hann var ekki fangi hann var bara sem sagt inn í bílskúr og hann smíðaði eldveskið hann smíðaði bara veski setti onni það svona einhverjar álplötur og svo sett hann einhverjar svona leiðslu og getur sett bara svona basic sip og kveikir að bensin á þetta og hann kveiknar á því þegar hann opnar það þetta er bara, hann fann þetta upp og höstlaði mikið út á það Sko Egill er hættur að hlusta Já, Egill er bara komið Egill, ertu á staðnum? Ég er ekki tiss að setja svo út Ég er að segja Ég fór að svara meili Svara meili? Ég er að segja þetta frá svara Það slúður þetta tíma Það ertu rugglaður að hlusta á þetta Hvað er slúður? Því við erum að renna út á tíma með þessu Hvað er slúður? Hún er 4 mínútur í 6
leið mér að klára þetta Hann var með töfrabragð Hann var með sjó í Oslo Hann er blindur Rabbi Það var hann sem originally fann upp eldveskið Hann ræktaði rjúpur í bröðin og allt þetta Hann gerði þetta allt saman Ángriðis Ræktaði hann rjúpur? Hann basically fekk sæði Hann safnaði sæði úr svona dúfum og plantaði því með svona drópateljara og inn í kvenkynstúðunar Hann bjóð til sína eigin töfradúfur Það er bara hann En allavega og borðið þessi svífur Hann bjóð til það Hvernig þá? Það er ekki eitthvað sjónkörring? Já, sjónkörring Bjóða til borðið? Nei, það er ekki sjónkörring Hann let borðið svífa Þessi íslensku töframenn, það getur verið sjónkörring og þeim inn í einhverjum hálfvopnum einhverjum flutningsbíl einhver starf á landi að skemmta En Rabbi bjóð til sín trikk og gerði eins og þeir að vera Ok, hvað er slúðrið? Slúðrið er þannig Að Rabbi Donatello sé til? Nei, hann er til Nei, slúðrið er ekki það Ég er ekki komin af því Ég er að gefa ykkur recap Slúðrið er þannig að hann var með sjó Í Oslo á sínum tíma og það var risa sjó Það voru nokkur 100 manns mættir hann Það sem gerist er það Hann tilkynnti hann að vera með svaðalegasta töfrabragð sem framkvæmt hefur verið Og það sem hann ætlaði að gera var það að Og ég ætla að taka það fram núna að setna mér kom trikkið eins og að láta tippa á sig hverfa sem hann kendi Helga bæðu Hann ætlaði að láta hausinn á sig hverfa og hann ætlaði basically fyrir framan ekki neina kraga hann var alveg completely naked á sjónu Ágríns, það var það Hann performaði það Já, það var umdeilt á sínu tíma Það var það, því að þú veist, það voru krakkar En hann basically sagði bara Ég ætla ekki að, það er engin brauð í tabli Fólk myndi sjá svipir og allir Þetta er orðið svo grimm Þannig að hann var nakin á sig Hann sagði, það er engin brauð í tabli þegar ég kem fram Hann ætlaði basically að setja hausin á sér inn í raskatið á sér Nei, það er trikkið Og byrju, ég ætla að byrja það núna Það er krefjandi trikk Krefjandi trikk Helgi spilaði alltaf Ramstein á sínu sjóum En hann er gamli skólinn Hann spilaði alltaf Kraftwerk Ég ætla að beða að íta play á læginu sem þetta er Þetta var lægi sem var undir þegar hann framkvæmdi brandina Þannig fólk að klappa Þetta er fólki að klappa Svo byrjaði lægi Helgi lappar sviðið kviknakin Og það er þetta fólk sem er að halda fyrir augun að börnum Það er smá sjokk í gangi Ég við ekki það alveg Svo segja hann bara, haldið ykkur fast Ég er að flata hausin á mér inn í raskat Það sagði það Og nei, ekki kött á mér Ekki núna, ég verði að klára þetta Hann setur hausin Hann alltaf er með mikið fimmleikabagrunn Hann setur hausin á sér inn í raskati á sér Og það sem gerist er það að fólk, það trillist allt Það trillist allt á sjónu Þegar trúar enginn hvað er að horfa á Það sem gerist er að tíminn líður sekúndund að telja Það er allir að hugsa, hvernig er hann að anda Hann dettur á hliðina Því að bragðið er erfitt og hann rúllar út af sviðinu Með hausinn inn í raskatinu Og fólk, hann er basically Fólk telur hann að vera látin Fólk heldur hann hafi dáið þarna Það sem gerist í mjög stuttu er að hann flytur í kofa, lítinn kofa í jaðri Krageró sem er fiskimannabæði fyrir utan Oslo Það er Ég ætla að segja reitt í það Hann gerir þetta basically til að losna við familíuna Svona stóri familíuna, hann átti 9 börn Og hann flytur í kofan Hann hefur samband bara til þess að geta fókusar á töfrana Hann hefur samband við Helga sem hefur alltaf verið his favorite son Egil, myndum bara að vera aldrei aftur bísleisluður Ég er fann í mailin aftur Það er lengsta slúður Ég ætla að fá að segja Þannig blindur, stoltur faðir Búin að komast í burtu frá álægi til að einbytta sér af The Magics Hann lætur Helga vita Helgi er fastagestur hjá honum Hann kíkir alltaf á hann í heilsárshúsið hans í Krageró Hann fær bestu trikkir Hann kennir Helga aðeins það besta Tippa á sig hverfa, eldveskið, dúurnar Láta stólinn og borðið fljúa Hann kennur honum þetta allt En hann kendur honum ekki að láta höfuðið hverfa og núna slúðrið, núna ætla ég að koma að slúðrið Nei, herri sko, það er að sækja mig og klukkan er langt yfir 6 Stærsti mólin í þess er að Rabbi Donatello
var að lenda á Íslandi. Hann komin til landsins og það sem hann ætlar að gera núna og það sem ég veit hann ætlar að gera er að hann ætlar að vera með sjó og hann ætlar að láta hausinn á sig hverfa. Og hann hefur ekki gert það í einhver 30-40 ár. Nei, við vonum að COVID eyðir ekki það ekki. Það eru margir spenntir fyrir Rabba Donatello sem mættið til landsins. Klukkan 18:01 núna og ég ekki sem hann að fá hreitt hvað ætla að gera helgina. Ég var bara að reyna að ullis út um mig. Ég er að fara yfir marga dítila þetta. Þetta er lengsta saga sem ég heirt og bara slúðsa, þetta var nákvæmt til stofunni, það var nákvæmar hann var. En ég vil ekki, þú veist þetta er ekki mér að kenna en út af þessari sögu þá næg ég ekki stuðlaðinu. En það þurfum að, hvernig helgin samt, áður við kæðum? Ég er samt með Anna Móla það er Sigur að slæði. Ég fer að lækja þið sko, hérna helgin er bara góð. Ég er peppað fyrir Eurogarunum á sunnudaginn. Þetta er double whammy. Ég get ekki þátt í pókerum átti höfðingi hans meðan ég að horfa á Eurogarðin sem er double whammy fyrir mig. Ég ætla að taka þátt í pókermótinu. Já, ég líka, en þú nærða að klára Eurogarðin, hann er búinn 8. Já, mér. Og pókermótinu byrja 8. 1915 eða eitthvað. Hann byrja 1905. Það eru 2 þættir sýndir. Já, þannig að hann er búið svona 10 minútur yfir 8. Og síðan í kvöld tekum maður í kvöldu gig með Ingo, kannski 1 rauðvísglas þar. Já. Bissuæfingu morgun, Ali bringur í æð, ég er bara helgi minni klár. Það er gott að heyra. Og helgin... Já, ég ætla bara að kaupa mér rauðvin og dreipa á því. Já. Það spila ætla bara Enter the World með rauðvinni. Já, ég fer alltaf online aðeins á kvöldin, já, og svo er ég mjög spenntur. Svo náttúrulega ætla ég að kíkja á Euro, það er alltaf gaman að sjá hann í sjónvarpi og ég ætla að kíkja á Pokémon, ég er með sama plan en þú, basically, sama plan. Já, nema ég er í tennikötti. Vonandi eigi góða helgi, elsku hlustendur. Að horfa á Eurogarðin bara líka og fara í þetta Pokémon. Ég tippa á að vera frábær sér hann hjá Eurogarðin. Já, þetta eru 2 þættir og eins og ég hef nú komið inn á í nokkrum viðtölum að fyrsti þáttu gengur svolítið út á að kynna karakterina en svo byrja veislan í þætti 2, ekki það þáttur 1 frábær líka. Þetta eru 8 þættir sko. Málið er að besta við þessa sériu er að þættirnir verða alltaf betra og betri þannig að ef þú investar í þessu. Já, ég meina, það er COVID, fólki vanta entertainment, ég er mjög peppar. Ég ætla að fara svo langt, ég lofa, þetta er hrikalega gott, þannig endilega tjekkja á þessu sunnudaginn á Stöð 2 eða eru ekki búin að tryggja ykkur áskrift, gerið það strax því að eins og Egil kom inn á, það er í kvöldi gig er í kvöld með Ingo, það er Páll Óskar og Sigga Beinteins, annað kvöldi quiz með Bjössa og svo er Eurogarðin á sunnudaginn. Góða helgi. Egið þið hins vegar góða helgi, við heyrumst eftir nákvæmlega viku, klukkan er rólinn 5 mínútur yfir 6 því að Steindi var með einhverja lengstu sögu sem ég heyrtu með Rabba Donatello. Ég náði fyrst mér ekki alveg að klára þetta. Þú þarf bara að hendi eitthvað podcast um þetta.